Komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Það eru Katbræður sem að heilsa ykkur. Já, góða kvöldið eða góðan daginn eða hvernig sem ert að hlusta, kæri hlustandi. Nú sem endra nær og árinu kom að gestinum sem að heldur betur stórlags. Vá. Það langaði mig að minnast á kalda. Það nú auðvitað, smá móli frá kaldamönnum sem eru auðvitað brugga gulli norðan á Árskógssöndum. Norðan heiða. Veistu hver kaldasti mánuður ársins Birkir? Ég ætla að gíska á febrúar. Það hár rétt hjá þér. Bæng. Já, kaldi litli jól, varist eftirlíkingar þar. Heldur betur. Það núllarinn í kvöld. Það núllarinn í kvöld. Sem fínt. Við erum að fara að lyfta okkur upp helgina. Já, ég reyndar byrja að taka núllarinn þetta ár og hugsa ég haldi því bara áfram. Og svo komum við þetta inn á Volta á eftir en mér langar bara að keyra beint á þátt kvöldsins. Gestur okkar hann Þorvaldur Gissurarson, forstjóri og eigandi Þ.G. Verk. Þ.G. Verk var stofnað árið 1998 Þorvaldi sem enn þann dag í dag forstjóri og eigandi félagsins. Þarna varst þú að fæðaslegur? Já, þetta herrans ár og þetta félag sem allir hlustendur ættu að þekkja. Þetta risamark, verður hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að fá mig í þáttinn. Já, bara okkar heiður en gaman að fá þig. Hvernig leikur á þér? Ég bara eldhress. Það ekki? Jú. Já. Ég stöla á þetta. Það ekki? Eitt sem ég langar strax að spyrja þig, nú ertu með marga starfsmenn í vinnu. Er ekki erfitt hann var að tala um að febrúar kaldasti mánuðurinn, er ekki erfitt að vinna í mínus skriljón gráðum með það? Ég nú búin að sitja við skrifborðið svo lengi þannig að ég er pínlítið búin að gleyma því. En þetta eru náttúrulega heljamenni sem að leggja þetta fyrir sig. Já. Hörku fólk, Já, trúi því. Það er ekki bara gott föðurland. Það hjálpar alveg klárt mál. Já, að vera vel græjaður. Segi ég hérna aldrei, mér var kallt að labba inn, Já, þú ert nú svolítið möppukall, Birgir. Þú veist gott inni. Jú. En kem ég auðvitað með alla græjur í þetta, Mér langaði að byrja því, úr því þú myndist það, Birgir, 1998. Þetta var gott ár, fyrir margar sækir. En þá fer Þ.G. Verk á stað, Þorvaldur, ef þú væri til í að fara með okkur bara í gegnum aðeins upphafið og rekja kannski söguna í svona stórum dráttum fyrir okkur. Já. Þetta nú svona eins og margt annað að þessi saga þessa fyrirtækis byggir nú að einhver leiti bara á röð tilviljana. Það var nú reyndar þannig að ég hafði nú mig hafði langaði að minn hugsun og þangagangur hafði verið frá því ég mann eftir mér þannig að mig langaði til þess að vera með sjálfstæðan rekstur þegar ég yrði stór og ég gerði það mjög snemma. Ég stofnaði félag í félagi við annan aðila 1990 á byggingamarkaðnum, mjög ljómandi fínt samstarfsaðili og við störfuðum saman í nokkur ár. Upp úr því fór ég nú reyndar síðan í áframhaldandi nám. Ég flutti tímabundið erlendis en var alltaf með rekstur heima, rekstur á Íslandi og nokkra starfsmenn. Og sem að leiddi síðan til þess að 1998 það var svona umfangsstarfseminnar orðið töluvert og ég hefði fengið stórt opinbert útboð og þá var Þ.G. Verk stofnað. Og frá þeim tíma þá var ansi hraður vöxtur. Félagið óx og dafnaði bara nokkuð vel. Ég fekk til minn gífurlega gott starfsfólk og ég hef notið þess alla tíð að vera með gott starfsfólk í kringum mig, mjög traust og gott fólk sem að án og heiðurinn að þessu öllu saman. En það hefur auðvitað gengið á ýmsu og það hefur verið áskoranir og byggingariðnaðurinn er nú þannig að hann er sveiflukendur og hefur alltaf verið hér á landi. Nú og síðan þurftum við að fara í gegnum stóru áskorunina sem voru hrunárin 2008 og þá þurftum við að synda Björgunarsundi í nokkuð mörg ár. Já. En okkur tókst það og komum fyrirtækið og starfsfólkið og við öll komum fílað tilbaka og náðum svona að krafla okkur upp og vorum með verkefni meðal annars erlendis, bæði í Færeyjum og í Noregi í gegnum þessi ár. Síðan fórum hlutinir að taka við sér svona og upp úr 2013 og það hefur verið mikill vöxtur
síðan, stanslaus vöxtur og hefur gengið virkilega vel. Mjög gott. Já, byggingabransin er sveiflukendur eins og þú segir, sko, en er eitthvað atvik sérstaklega minnist þetta sem að hurðið kannski skollið hvað næst hælum? Kannski þurfum við að byrja, eða var það þarna kringum kreppuna og var þá einhver úrræði sem þú greipst til sem að urðu til þess að þið náðu að halda ykkur á floti? Það kemur kannski bara helst upp í hugan einmitt þessi ári hruninu. Þau voru mjög lærdómsrík, þau voru erfið og það skall hurði nærri hælum ef hægt að segja það, því að það var oft mjög þröngt í búi. Það var oft erfitt að skrapa fyrir launakostnaði í lókmánaðar á þeim árum. Öfugt við það sem hafði verið árin á undan. Við tala nú ekki sko, það nú oft vitnað í árið 2007 þar sem allt gekk upp og draup smjör af hverju strái allstaðar og hjá öllum. Og það var virkilega, það var svo sem vissulega líka þannig hjá okkur. En þetta voru mjög miklar breytingar. Við þurftum að segja upp 90% af okkar starfsfólki á einu mánuði, einu með 2 mánuðum. En við brugðum á það ráð, meðan við héldum eftir lykil fólki og náðum að þrauka og við gerðum það aðalega með því að leita erlendis og að finna verkefni úti. Og það bjargaði okkur í gegna þetta. Þetta er svona kannski sá einstaki tími í þessari rekstra sögu sem er svona hvað eftirminnilegastur, en maður lærði líka alveg ofboðslega mikið á honum. Já, trúi því. Sko, annað með byggingabransan, sko, er hægt að stækka við sig og stækka starfsemina án þess að taka áhættu, eða skiptir bara öllu máli að vera með einhvern í stafni, eða sá sem er að stýra skútunni, að hann kunna lesa svolítið í vindan og veðri? Ég held að það sé svona kannski samblanda á hvoru tveggja. Það er alveg ástæða og kannski stundum nauðsynlegt að taka áhættu og ekki síst í þessum bransa, hægt að kalla hann það. Alls konar verkefni geta verið mjög áhættusöm, en á sama tíma þá þurfa þau samt sem áður að vera útreiknuð svona calculated risk og það er kannski rauði þráðurinn í þessu öllu saman að taka hæfilega áhættu en á sama tíma að undirbúa hlutina vel, setja upp áætlanir og einmitt standa í brúnni og rýna út í sortan og lesa í öldurnar. Já, við gætum komið eitthvað aftur að þessu á eftir, en ætlum að vinda okkur í húsnæðismarkaðinn eins og hann er í dag, og það er svolítið búið Volt. Já. Alltaf 30% afsláttur í desember mánuði hjá Volt á hennum ýmsu stöðum. Ég get reynda bara komið Voltsögu, ég var nýkomin heim á hann, klukkan var 5:30 og konan sagði, fórst ekki út í búð? Nei, gleymdi. Herru. Komin í brekku. Hagkaup. Komið á hálftíma til mín. Já, Volt er allar nauðsynjar vörur. Alltaf snill. Frýtt sendingagjald með Volt Plus, helviti þægilegt. Ansi gott. En ef við keyrum á húsnæðismarkaðinn og byrjum á mjög opinni spurningu, Þorvaldur, hvernig meturðu stöðuna á húsnæðismarkaðinum í dag? Staðan er auðvitað dálítið svona skrítið núna, það er mikil óvissa á markanum, en það er kannski heldur ekkert, þarf ekkert endilega að koma á óvart. Það er búin að vera mjög langur uppgangskafli og það er nú einu sinni þannig að það hafa alltaf verið sveiflur á húsnæðismarkaði á Íslandi. Uppsveiflan sem hefur verið núna hefur verið óvenjulega löng og þar að leiðandi, eins og þá kemur það ekkit sérstaklega á óvart, en hins vegar er mikil óvissa og það er erfitt að rýna í stöðuna. Já, ef ég fæ þá að spyrja, ef ég leiður að taka sérfræðingaglerun aðeir í smá og bara horfa á þetta sem forstjóri og eigandi Þotki, hvernig lítur þetta út hjá ykkur? Hvernig eru sölutölunar og annað? Það eru reyndar mjög góðar hjá okkur. Við erum búin að, ég var nú að taka þetta saman fyrir í dag, við erum búin að selja 40 íbúðir núna síðasta mánuðin. Það er bara óvenju góður sölumánuður. Við vorum reyndar að setja 2 ný verkefni
inn á markaðinn og hérna þetta kemur svo sem alltaf sölu kippur þegar ný verkefni sett á stað en viðbrögðin voru meiri og betri heldur en ég hafði svona þórað að vona svoleiðis að það er alls ekkert að segja það að markaðinu sé botfrosin eða neitt slíkt. Fyrirtæki með 27 ára rekstrarsögu sem búið að byggja upp orðspor sko, er þetta eins og bara eins og fatamerki er ekki þetta, ef ég kem bara inn og byrja að selja sólgleru, ég get ekki rukkað saman prís og Prada, er þetta þannig í byggingagerðunum milli verktaka? Sko já og nei, ég hef reynt að vekja athygli á því í mörg ár að mér hefur þótt vanta dálítið upp á það að kaupendur gerðu raunverulega greinarmun á framleiðendum í íbúðarhúsnæði og sko legðu það betur niður fyrir sig hver er framleiðandinn og hver er seljandinn af íbúðarfjárfestingunni hverju sinni, af því íbúðarfjárfesting er nú einu sinni stærsta fjárfesting flestra á lífsleiðinni, svolítið mikið meira heldur en að kaupa sér sólgleru og en þannig að sko branding í þessum geira virðist taka miklu lengri tíma og vera svona svolítið erfiðari heldur en í til dæmis fatabransanum. Já. Ef maður spyrja út í eitt, sölutölunar er góðar, hvernig lítur birgðastaðan út sér? Hún er fín núna, við erum reyndar með mikið í framleiðslu, með mjög margar íbúðir í framleiðslu. Ég held ég muni þetta rétt að við séum með 500 og líklega 530 íbúðir núna á framkvæmdastigi og aðrar 720 á tekniborðinu. Já. Svoleiðis að það er hábirgðastaða og við treystum á það að markaðurinn muni taka við sér og við munum selja. Já, maður velti fyrir sér sko að því að það eins og þú talar búið að vera mikið frost á markaði sem er kannski eðlilegt eftir mikinn uppgang undanfarin ár. Íbúðaþörf hérna á Íslandi, er hún mögulega ofmetin? Ég held hún sé stundum ofmetin og kannski svona einfölduð að einhverju leyti af því það er ekki alveg einfalt að reikna sig niður á íbúðaþörf. Það eru svo margir þættir sem að spila þar inn í og svona helstu þættinir eru þetta bara mannfjölda þróun og samsetning samfélagsins hverju sinni, aldursdreifing og annað slíkt. Það hefur náttúrulega verið mikið af aðfluttu fólki að koma til landsins núna á liðnum árum. Við vitum ekkit hvernig þróunin á því verður nákvæmlega á næstu árum og síðan er þannig að eftirspurnu þetta eftir íbúðarhúsnæði eykst í samhengi við hagvöxt í landinu og í samhengi við kjör almennings, aðgengi að lánsfé, vaxtastigi og annað þess aftar. Þannig að þetta er ekki beint sko 2+2. Nei. Og þar leiðandi held ég að stundum hefur framsendingi verið kannski alveg hægt að segja að hún byggir kannski ekki endilega á einhverjum nákvæmum forsendum. Ég rakst á áhugaverða grein í dag þar sem að kom í ljós að meðalaldur fyrstu kaupenda hefur verið nánast svo sami frá árinu 2007 og bara haldið stöðugur núna til ársins 2025. Fjöldi fyrstu kaupenda raukaði upp í heimsfaraldrinum þegar vexti voru í nulli. Það er alltaf að tala um að sé erfiðara fyrir fólk að komast á fasteignamarkaði en þessa tölur sína hefur bara alltaf verið erfitt. Ég held að það sé alveg rétt. Ég held að hafi alltaf verið erfitt að komast inn á fasteignamarkaðinn og ég átta mig kannski ekkit endilega á því sko hvort að það sé erfiðara núna heldur en það hefur verið í sögulegu samhengi en vissulega er það samt sem áður erfitt og maður skilur alveg þá umræðu og það er auðvitað mikilvægt að stuðla að því með öllum ráðum að koma fólki inn á fasteignamarkaðinn, skapa aðstæður þar sem að fyrstu kaupendur geta komist inn á markaðinn.
það lykilatriði í mínum huga. Já, við kannski förum bara í verðþróuna á fasteignamarkaðnum. Hún að sjálfsögðu í boði Íslandssoða. Já. Og þú getur panta símtal og fengið að heyra ráðgjafa og ég held að þetta sé einstakt á heimsvísu. Ég allavega veit ekki mörgum þar sem þú getur hringt í ráðgjafa hjá banka frýtt. Einmitt. Og hann ekki að fara að segja að kaupa í Alvotech, en hann getur, það bara gott að ræða við einhvern, hver áhættu sækniðin? Já. Á hvað aldrei ertu, allt þetta, og Íslandssjóður auðvitað með sérfræðinga á sínum snærum sem að bara og frábæra sjóði fyrir alla, bara eftir því hvernig hvar þú stendur, og svo get ég ekki tönglast nógu mikið á reglulegum sparnaði. Nei. En það eru Íslandssjóðir. Sko, gamla mýtan, það sönn mýta að það sé alltaf gott að fjárfesta í steypu? Það mín skoðun, og ég held að svona sagan sýni það að fjárfesta í steypu kannski það svona það oft besta eignamyndunin sem að verður til þar. Það auðvitað mun stabíll eignamyndun heldur til dæmis að fjárfesta í bíl eða kaupa sér einhverja slíka hluti. Nú auðvitað getur fólk verið á hlutabréfamarkaði eða fjárfest með öðrum hætti. En steypan tiltölulega stabíll fjárfestingakostnaður, og að ég talsmaður þess að fólk geti og eigi að reyna að koma sér upp eigin húsnæði og byrja að skapa sér eignamyndun eins fljótt og það mögulega getur. Þá kannski spyr maður í smá framhjálpi sáum við þetta útspil hjá ríkisstjórninni að það er verið að reyna að koma í veg fyrir að fasteigni verði einmitt fjárfestinga kostur, og þetta sé fyrst og fremst að vera þannig að fólk sem þakka yfir höfuð svona inngrip á markaðin frá henni opinbera. Hvernig líst þér á það? Ég held að svona inngrip séu til vansa. Ég held að þau séu sko markanum og almenningi bara aldrei til góðs. Þetta tiltekna atriði sem náttúrulega bara liður í skattahækkunum og aukinni skattheimtu, ég tel að muni býta í skottið á sér ásamt eins og öðrum hlutum sem að snúa að aukinni skattheimtu. Já. Sko, talandi inngrip, hlutdeildarlán útspil ríkisstjórnarinnar á sínum tíma sem að hleypa aftur meira fjármagni í núna, og svo sjáum við þetta nýja útspil núna hjá ykkur og fleirum sem byggingarverktökum að veita fyrstu kaupendum lið. Já, 70-20-10 lóðir. Já. Sko, ef við tökum þetta, er þetta til þess fallið, ef við byrjum bara því, sko, til þess fallið að þrýsta íbúðaverðið upp? Ég tel það nú ekki vera. Þetta fyrst og fremst valkostur, kannski að sömuleyti eða mörguleyti bara svipaður valkostinum sem að hefur bóðið upp og eru hlutdeildarlánin, sem að var virkilega gott útspil, og ég fagna því ef að tekst nú að auka hlutdeildarlánin og gera þau fyrirsjáanlegri, fjármagnaðu með betri hætti, og þannig að þau kom ekki í einhvern svona ófyrirsjáanlegum slumpum eins og verið hefur. Þá er það klárlega gott og náttúrulega opnar fyrir þann möguleika að koma fyrstu kaupendum sem annars hefðu ekki tækifæri til þess inn á markaðinn og flýta fyrir því. Nú sjóðirnir sem að við og ýmsir aðrir hafa verið að bjóða upp á sömuleiðis nýr valkostur sem að getur gagnast mörgum og af mismunandi ástæðum. Bæði getur að hjálpa fólki að komast fyrir inn á markaðinn, það getur hjálpa fólki til þess að stækka við sig, þar sem að fjölskylduaðstæður eru þannig. Nú það getur líka einfallega boðið upp á þann valmöguleika fyrir fólk að það verji aðeins minni hluta af sínu eigin fé til íbúðakaupa og geti þá nýtt peningana í eitthvað annað. Þannig að nei, ég held að þetta ýti fasteignaverði
ekki upp en sé hins vegar bara kærkomin viðbót inn á fasteignamarkaðinn og sem góður valkostur. Maður velti líka fyrir sér sko að því að auðvitað mikið gagnrýnt þetta útspil hjá ríkisstjórninni á samt fleiri útspilum sem hún hefur komið með. Maður velti fyrir sér sko markaður var í algjöru frosti, eitthvað þurfti að gera en mögulega var kannski þetta ekki rétta leiðin. Með sjóðina? Já, nei og ég er líka að tala bara almennt, þú sér það að þau eru að reyna þegar einhver húsnæðispakki, Inga Sæland búin að tala mikið þetta, talaði að þið verktakar sé að rukka allt og mikið, maður velti fyrir sér hvað gætu til dæmis bara stjórnvöld gert til þess einmitt að koma fyrstu kaupendum frekar inn á markaðinn? Já, alveg hárrétt. Þau stjórnvöld hafa auðvitað ýmis úrræði geta hlutast til það að fólk eigi og fái betra aðgengi að lánsfé og mögulega opinberu lánsfé og sem að þau eru vissulega að gera að ákveðnu leyti í gegnum hlutdeildarlánin. En það eru hægt að setja upp mismunandi úrræði og það eru alls konar úrræði í löndunum í kringum okkur fyrir fyrstkaupendur. Opinber aðstoð með ýmsum hætti en það eru kannski bara útfærslu atriði. Aðalatriði finnst mér er að stjórnvöld raunverulega láti verkin tala. Það er oft vanþörf á því, það er oft mikið talað en það er minna að verkin séu látin tala. Já, hjartanlega sammála því. Áfram með þessu liði, fyrsta spurning var alltaf hvað það fjárfæst í steypu, Þorvaldur Gissurarson segir já. Þá er næsta spurning ámaður að... Sagan í samúlunum. Já, og hann veit hvað hann er að tala hann við byggt fast teiknum tvær. Ámaður að forðasta, af því að við erum með marga kúrega sem að hlusta þáttur okkar, ámaður að forðasta að reyna að tímasetja markaðinn, bara að fara inn ef það er möguleiki? Ég held að sé sko að gera fylgjast með og reyna að taka svona upplýstar ákvarðanir og kannski forðast að kaupa akkurat þegar markaðurinn er í hæstu hæðum en á sama tíma þýðir ekkit að bíða eftir því að hann sé í einhverjum lágpunkti heldur og það er nú líka einu sinni þannig að þegar að fólk sko tekur stökkið fer inn á fasteignamarkaðinn festir kaup og íbúð byrjar að greiða niður á lánum og þá leið hefst eignamyndun. Þannig að svona undir öllum venjulegum kringumstæðum myndi ég ráðleggja fólki að reyna að koma sér í þá stöðu og því fyrir því betra. Já, klart. Nú er oft mikið verið að velta vöngum sko hvernig íbúður á að byggja hver er þörfin og þar fram eftir götunum. Ég velti því fyrir mér að því að við sjáum erlendis mikið ungu fólki búa í svona vóngemæn búa saman íbúð, leigja saman í svona einhvers konar kommunu sem að hefur ekki tíðkast á Íslandi. Bara svo ég takk sjálfum mér sem dæmi ég keypti 3 svefnherbergja íbúð að leigja 2 herbergi út frá mér. Svo fræktur orðið. Já, eins og fræktur orðið. En og það er auðvitað snilda hefur gert það verkum að ég hef haft meiri tök á því að greiða taka með stærra lán en ella. Er þetta eitthvað sem að Íslendingar ættu að skoða meira en þetta er auðvitað ekki eitthvað sem þið getur kannski byggt í samræmi byggt eftir meðan eftirspurnin er ekki til staðar eða eitthvað? En finnst þetta sniðugt? Já, mér finnst það mjög sniðugt. Sko, þetta er svona bara dæmi um kannski skapandi hugsun að fólk geti keypt stærri íbúðir og leigt út frá sér og þá mögulega hraða sinni eignamyndun og allavega, en það er bara það í mínum huga er aðalatriðið að bjóða upp á þá vöru sem að markaðurinn kallar eftir og til dæmis að reyna þá að koma í veg fyrir það að sveitarfélögin sé með ómikil inngrip eða skipulagsyfirvöld eins og oft hefur verið. Skipulagsyfirvöld á Íslandi eru til dæmis og kannski aðalega í Reykjavík eru afskaplega upptekin af því að stýra til dæmis herbergjafjölda og íbúðafjölda innan sama fjölbýlishúsa kjarnans
sem alveg afskaplega svona slæmt inngrip að mínu mati að leyfa markaðanum ekki að sjá svona svolítið sig sjálfum og framleiðendum íbúðarhúsnæðis að bjóða upp á þá vöru sem að markaðanum mest að kalla eftir hverju sinni. Já, klart. Líka bara leyfa sérfræðingunum að ráða? Já, bara einmitt, algjörlega. Það er eiginlega bara, sko, það er eiginlega hinn gullna setning, sko. Hvaða mynd tekur þessi reglugerð á sig í dag? Ef við tökum bara eitthvað raundæmi, erum við þá að tala vill Reykjavíkurborg tryggja að sé fjölbreytta tegundir íbúða innan sama kjarna eða einsleitar eða hvernig tekur þetta á sig mynd? Þeir gera þetta, þannig binda það í skipulagsskilmála. Ég get tekið sem dæmi bara nýtt fjölbýlishús sem við erum að reisa núna upp á Ártúnshöfða. Þar erum við að reisa nýtt hús við Stálhöfða í Reykjavík, 145 íbúðir og þar eru skipulagsskilmálar þess eðlis að það er ákveðið hlutfall sem að við verðum að fylgja ákveðinu hlutfalli með sem sagt fjölda 2 herbergja, 3 herbergja, 4 herbergja og 5 herbergja íbúðir. Við verðum að byggja, við minnum þessi 57% 5 herbergja jafnvel þó að sé engin markaður fyrir þeir. Já. Og við verðum líka að vera undir, nú man ég ekki töldan alveg nákvæmlega, en 35% minni mig í 2 herbergja íbúðum. Jafnvel þó að markaðurinn væri kannski þannig að 50% kaupenda myndu helst vilja 2 herbergja íbúðir og svo framvegis. Og þetta er afskaplega einkennileg og skrítið inngrip að mínu mati vegna þess að við byggingaraðilarnir og sérstaklega þeir sem hafa verið lengi að og hafa mikla og langa reynslu að lesa í markaðinn að við erum til dæmis að byggja mismunandi húsnæði í mismunandi hverfum og á þessum tiltekna stað þá höfum við gert okkur nokkuð vel í hugarlund hvaða kaupendur eru líklegastir til þess að sækjast eftir íbúðum á þessum stað og þar alveg hefðum við viljað hafa frjálsræði með til dæmis þetta. Við hefum líka auðvitað viljað geta útvegað fólk í bílastæði eins og það vil. En það er nú bara eins og það er. Þannig að inntakið í þessu hjá mér er eiginlega bara það að inngripa þessu tægi eru markaðanum aldrei til góðs. Hvaða fleiri hvaðir eru lagðar á byggingaverktaka því að það hefur verið kvartað sára undan einmitt þessu sko og ég hef einhvern veginn verið að skoða nýbyggingu manni bara og ég ætla ekki að fara með nákvæmlega hvað það var en ég var að spyrja út í einhverja loftstokka eða hvað það var og spyrja, akkur er þetta var bara fyrir geimstunni þetta er bara þetta verið tekið niður leifur og búin að selja þetta þegar við erum bara að uppfylla einhver reglugerð kannski lýrætt dæmi en einhver svona hluti sem eru bara fleiri hluti sem eru fáránlegir og íþyngjandi að þér finnst og kannski einhver sem voru heilt dæmi þess að séu bara sniðgengnir eða sögulega. Já það er náttúrulega svona almennt séð ekki hægt að sniðganga það sem að settir í reglugerðirnar. Nei, það er ekki vonda raun. En já og auðvitað förum við eftir reglugerðunum hverju sinni en byggingarreglugerðin hefur til dæmis tekið miklum breytingum núna allt frá árinu 2013 sem kom ný útgáfa 2012 sem tók gildi 2013 og ég hef enga tölu á breytingunum sem hafa verið gerðar á reglugerðinni síðan þá ætli það sé ekki svona í kringum 20 breytingar eða svoleiðis og hluti af þessu er svona óttalegt reglugerðar fargan svo síðan síðan dynja yfir okkur reglur frá Evrópusambandinu sömuleiðis og svona í þessu samhengi ég get nefnt að því ég var nú að tala Stálhöfða áðan að þar til dæmis þurftum að beygja okkur undir reglugerð varðandi jarðveg mengun í jarðvegi og má kannski til með að nefna bara fara aðeins yfir það dæmi þar þurftum við að mæla mögulega mengun í jarðvegi og í samræmi við einhverja töflu sem að framkemur í reglugerð. Í því tilfelli mældust gildi vanadíum í jarðveginum sem er járntengt snefilefni
rétt yfir mörkum og þegar við fórum að kynna okkur hvaða mörk þetta væru eða hvaða gildið þetta væru þá var okkur sagt að heilbrigðisyfirvöldum í Reykjavík að þau varu fengin frá úr reglugerð frá Hollandi og hefðu verið tekin upp úr þeirri reglugerð. Ég fór svo sjálfur og kynnti mér málið dálítið, hafði samband við jarðfræðing sem sagði mér að það væri algjörlega galið að miða gildi í reglugerðum við sömu gildi og væru til staðar í Hollandi því að þar væri jarðvegur allt öðruvísu og þetta tiltekna efni meðal annars væri mun líklegra að finnast á eldfjallastöðum eða eldfjallaeyjum. Og þarna eins og reglugerðarsmiðirnir hafi ekki haft nokkra einustu hugmyndu eðli jarðvegs á Íslandi heldur bara held þessu yfir markaðinn. Nú það skrýtna var síðan það að gildin voru enga á síður mun lægri heldur en þau þurftu og máttu vera á atvinnusvæðum. Engu að síður þá voru okkur meinað að taka efnið og flytja það annað eða inn á atvinnusvæði. Já. Og við lendum allt og oft í einhverjum svona skrýtnum uppákomum þar sem að vikur og mánuðir fara í það að vinda ofan af einhverjum hlutum sem eru bara algjörlega öfugsnúnir og skrýtnir og tilgangslausir, vinda ofan af tilgangslausum hlutum með tilherrandi töfum og kostnaði. Og þarna tel ég að við þurfum að taka okkur tak, eða þarf að segja að þið opinbera þarf að taka sér tak og laga svona vitleysisgang. Amen, hérlega sammála því. Höldum áfram með verðþróunni, aðeins búin nefna þetta að vísitala íbúðaverðs er upp 169% frá árinu 2015 en raunhækkun í dag nánast 0%. Þorvaldur, er partíið búið í bili? Já, ég held að mig alveg segja það. Það hafa verið auðvitað miklar verðhækkanir á íbúðamarkaði núna í ansi langan tíma og það er alveg að taka undir það á stundum hafa þessar verðhækkanir verið of hraðar og miklar, óþarflega hraðar og óþarflega miklar, en það má heldur ekki gleyma því að það hafa verið verðhækkanir á markaðnum öllum, það hafa verið gríðarlegt launaskrið og það hafa verið gríðarlegar hækkanir á innfluttri vöru og svo framvegis. Þannig að kostnaðarverð hefur aukist að sama skapi. En það má alveg segja það og orða það þannig að partíið er kannski ekki til að búið. En þarna það er búið að deyfa niður í diskókúlunni. Já, það er að býða til næsta atriði. Já. Það er bara þannig. En svo voru nú góðvinur okkar, Þorbjörn Atli Agró, þeir voru með spárum að alltaf 25% raunverðslækun fram til 2027. Finnst þér þetta raunhæf sviðsmynd? Ég verð nú að viðurkenna það að þessi spá kom mér svona algjörlega í opna skjöldu. Spánst fyrir sjónir. Ég spurði nú Þorbjörn Atla, held ég bara sama kvöldi og hann kom fram með spána hvaðan hann hefði fengið þetta og hvaða forsendur væri þarna baki. Nei, það er engar viðlíka verið lækkanir að fara eiga sér stað, það er bara alls ekki. Hins vegar er það þannig að það má halda því fram eða það má bara benda á það að það eru ákveðin verkefni og ákveðnar íbúðir sem eru bara einfallega allt og hátt verðlaðar og voru kannski bara allt og hátt verðlaðar frá upphafi og það er þar bara mögulega að leiðrétta en það er ekki lækkun á markaði eða ekki á fastegna verði yfir markaðin. Þannig að mér finnst líklegt að við munum sjá raunverðslækkanir núna á einhverjum tíma heilt yfir, en síðan aðlagar markaðurinn sig auðvitað bara að framboði og eftirspurn og ég bendi bara á það sem ég sagði í upphafi, það er mikil og góð sala hjá okkur og ég tel að það sé nú kannski fyrst og fremst vera vegna þess að við verðleggjum okkur á markaðsverði. Sko, þið íbúðir nokkrar byggðu glæsilega hverju í Selfosmára, glæsilega Smára byggð. Hversu gott að vera með eins og í ykkar tilfelli stöndugur og sterkur og rótgróið félag að geta verið þolumóður, þurfa ekki að lækka
íbúðunar því sem umnefnir að jafnvel að þið myndi bara ekki þurfa að losa þetta á bara einhverju kostnaðarverði eitthvað slíkt, þið geta allavega verið þólum og beðið. Það náttúrulega afskaplega sko mikilvægt og gott að vera í þeirri stöðu að vera með fjárhagslega stöndugt fyrirtæki sem er þá heldur ekki eða sem hefur burði til þess að setja með fjárfestingar án þess að þurfa endilega að greiða sko himinháa vexti á meðan. Það er að segja að geta varið sín vegi því að tölur leiti í mögulegt lagerhald þegar og ef að það kemur upp á. En á sama tíma er það þannig að fyrirtæki eins og okkar vill og ætlar alltaf að selja reglulega. Það er ekki markmið hjá okkur að sitja eða réttar að setja að liggja með íbúðir. Við erum með frekar hraðan umferðartíma á íbúðum. Erum ekki með þær almennt lengi á söluskrá og við reynum miklu frekar að laga okkur að markaðsaðstæðum hverju sinni og selja hratt. Já, kannski einspurning hafið oft þurft að játa ykkur sigraða með verðlagningu og þurft að lækka verðin á nýbyggingum? Ég held við höfum aldrei þurft að lækka verð á nýbyggingum. Ég man ekki eftir neinu tilviki og enda reynum við, það er okkur mikið kappsmál og við reynum að fara með okkar verkefni inn á markaðin á góðu verði, alltaf á góðu verði í öllum samanburði og það væri eitur í okkar beinum að fara inn með eitthvað sem að myndi teljast vera of hátt verð. Og þá verð ég að spyrja þig sko fyrir hlustendarinn úti sem verður mögulega núna að skrolla af vefinu og þóttki verka sem eru fullt af glæsilegum nýbyggingum. Bíðu á versunni eftir Black Friday útsölunni. Já, það var Þorvaldur ekki Black Friday memóið sko, en maður veldi þá fyrir sér sko það er bara að versla við ykkur á listaverð, ekki? Því er eitthvað undirbjóð ykkur eða? Það er svo góð. Já, nú er bara, sko, nú þarf þetta að fá sölustjóran í stólinn. Þannig að ég veit ekki hvernig ég á að svara því. Auðvitað er það þannig að þegar að markaðsaðstæður eru erfiðar eða sala verður tregari og annað þess áttar, þá eykst samningspowerið eða samninga, hvað var maður að segja? Já, ég kalla það bara samningspower, vil ég bara kalla það. Kaupendans í réttu hlutfalli. Þannig að ég útiloka það ekki, það sé að semja. Tölum við að það er búið að vera bara góður gangur í sölunni á ykkar íbúðum og þið veit að fylgja öllum reglugerðum til hlítar reglugerðum sem að bæði eru til þess gerðar að verktökum séu settar einhverjar skorður hvað varðar að geta ekki stytt sér leið og annað, en svo að því að verðist líka eins og nefnum með dæmið hversu marg herbergi að vera í hverju íbúð fyrir sig, þá verðist það líka að vera út frá borgarskipulegi og einhverju fagurfræði þar. En mér langaði að spyrja þig sko að því við erum líka búin að tala um það að þóttgeverk og síðan önnur ég vil ekki segja ódýrari vörumerki, en önnur vörumerki, við erum með stöndugt vörumerki í formi þóttge. Sko, ef þú ætlaðir að stytta þér leið, hversu auðvelt er það fyrir verktaka að stytta sér leið og hvað munar miklu á því að fá einhvern aðeins sem að bara stytta sér leið versus einhvern sem að gerir þetta vel? Og kannski til að bæta við, þú veist, við höfum alveg séð dæmið um það aftur að því að branding í þessu bransa samborið við sólgleru dæmisöguna hjá Leif áðan, sko, það hefur kannski verið of auðvelt fyrir Kúreka að koma inn á hana markað og byggja eina blokk og svo þegar eitthvað er að íbúðinu þá er sá aðli farin á hausinn. Já, ég get alveg tekið undir það. Það er ábyggilega alveg rétt. Og það hefur verið umræða núna að undanförnu svona dálítið háværum umræða
meinta byggingargalla og það hafa vissulega komið upp byggingargallar en mér finnst svo umræða að hafa farið dálítið á flug engu að síður vegna þess að langsamlega flestir sem eru í þessu og allir stóru aðilarnir eru að vanda til verka og byggja íbúðir sem eru standast alla skoðun. Auðvitað geta alltaf komið upp einhver frávik og það geta alltaf komið upp einhver mistök en þá aðalatriði það að það sé brugðist við og mistökin séu lagfærð. Hjá okkur það einfaldlega þannig að það alltaf gert undantekningarlaust. Það auðvitað þeim mun mikilvægara í þessu samhengi að kaupendur hafi varan á sér og lítið svolítið í kringu sig og reyna að vega og meta og sneiðið með hjá því sem þú kallaðir kúreka á markaðnum því að vissulega það þannig að það hafa verið og eru einhverjir kúrekar þarna úti og það alveg sama hvaða viðskipti fólk að gera að þú vilt nú helst sneiða hjá þess háttar eða þú vilt sneiða hjá viðskiptum við þess háttar aðila bara almennt og ekki síst þegar kemur að því að kaupa sér húsnæði sem eins og ég sagði áðan stærsta fjárfesting flestra á lífsleiðinni. Og þá velti maður fyrir sem svo leifutalar áðan íþýkjandi reglugerðir frá hinu opinbera og sveitarfélögum en svo get ég stofnað EOF og kannski fara að byggja einhverja blokk á morgun. Já, þá má kannski alveg segja það að það hafi skort úrræði hjá hinu opinbera eða bara eftirfylgni að stöðva þá aðila sem að hafa ekki sinnt því sem þeir eiga að gera unnið í samræmi við reglur og kröfur því að reglugerðirnar út af fyrir sig eru nauðsynlegar og góðar að gjalda verðar. Það bara spurning hversu flóknar það eiga að vera, hversu viðamiklar það eiga að vera og mikilvægt að það snúist ekki upp í andhverfu sínu og fara að verða hamlandi. En auðvitað eiga reglurnar að vera með þeim hætti að það virki sem skildi bara rétt eins og umferðarljós. Já. Og það aðalatriðið. Já, klart. Við ætlum að fara okkur yfir í leigumarkaðinn og hann í boði smáríkisins. Já. Smárikið einmitt ódýrasta ríkið. Rétt. Og við nýtum öll tækifæri til að versla ekki við ríkið. Allar verður ódýrari enn í ÁTVR. Takk. Snjórinn fallinn og það nóg af úrvali á smárikinu.is. Já. Kaldi á leiðinni þangað, sælar. Hvort sem vilt fá það heimsendi eða sækja í Fellsmúlan, Hraunbæ, Miðhraun eða Bælindra. Já, alltaf ískalt. Þetta alltaf ískalt og svo má ég til með minnast á grillmarkaðin líka. Já. Við erum að fara að gera okkur glaðan dag. Á laugardaginn. Og hvort sem þú ert með hádegisplön eða einmitt að gera þér glaðan dag til í dag, þá grillmarkaðurinn alltaf góður valkostur. 2 fyrir 1 af burgerunum. Rétt. Alla vikuna 5. til 12. desember. Sæls. Þannig að þú getur tekið vin með eða bara fengið 2 sjálfur. Halda þeim fyrir þig. Það ekki okkar að dæma það. Nei. Þannig að grillmarkaðurinn með okkur, en við ætlum í leigumarkaðinn. Grillmarkaðurinn að bjóða okkur leigumarkaðinn. Rétt. Það er mjög vel. Já, vísitala leiguvers upp 117% á 10 árum. Hver helsti drifkrafturinn að þínu mati? Ég held að það sé skýrist kannski fyrst og fremst af hækkandi húsnæðisverði og hækkandi kostnaðisverði eða þar að segja það verður í þessu samhengi horfa til þess að allt verðlag hefur hækkað á þessu tímabili og ég held að launavísitalan á sama tíma sé upp 120%. Shit, já. Þannig að þetta eru mjög keimlíkar tölur. Eðli málsins samkvæmt þá hækkar leiguverð að einhverju leyti í samhengi við hækkun fasteignaverðs. Þó að það sé ekki beint samhengi þar á milli. Já. Þú talaði þetta vel um séreinglastefnuna áðan að þetta vilja allir sem að
hafa tök á því, vilja vera með þak undir höfuð og eiga sína fasteign, en við sjáum það víða erlendis að það ekki þessi mikla séreignarstefna, það bara í góðu lagi, það bara moldríkt fólk sem leigir sko. Er það óraunhæft að við Íslendingar við séum bara með, hvað maður segja, eðlilegan leigumarkað? Nei, það alls ekki óraunhæft og væri þetta bara mjög gott ef að hægt var að koma því til leiðar. Það samt alveg kostur líka þetta svona séríslenska sko séregna form af því að eins og ég sagði áðan að það líklega besti kosturinn fyrir fólk og fjölskyldur og einstaklinga að festa kaup og fasteign til þess að skapa sér eignamyndun og eignamyndun með eins hratt og hægt og sama tíma þá það þetta form sem hentar ekki öllum og þá væri þetta óskandi að leigumarkaðurinn væri svona stabíli, rétt eins og einmitt þekkist erlendis og til dæmis á hinum Norðurlöndunum. Þar miklu lengri hefð fyrir leigumarkaðnum og hann hefur byggst upp á með öðrum hætti. Það eru líka alls konar úrræði og valmöguleikar til að mynda frá hinu opinbera sem að hvetja til uppbyggingar og leiguhúsnæði. Þannig að þetta íslenski markaðurinn frábrugðinn því sem að við sjáum í Skandinavíu og í Evrópu á að sama tíma eins og ég segi þá má alveg halda því til haga að séreignarstefnan sem að svolítið sér íslensk líka jákvæð. Já, sammála því og hefur verið uppi staðan í sparnaði margra heldur betur bara alla tíð. Mér langaði fyrst við erum að tala leigumarkaði núna bara komin á áðan að því ég var að tala þetta úrræði fyrir fólk að leigja saman og mögulega leigja einhverjum út frá sér íbúðum sem að mögulega kaupa stærra á leigja. Já, það hljómar sem ég sé okkur á öllum leigutökum hérna til þess að þeir borgi húsnæðislánum mitt. Og útlendingum líka. Nei, en þetta samt, af því að það vilja engir Íslendingar leigja með öðrum sem ég skil ekki, en punkturinn líka sá að áður en ég komst inn á fasteignamarkaðinn þá nýtti ég mér álíka úrræði og var leigjandi í þessu húsi í einu herbergjana fyrir sko bara brota þeim pening sem ég hefði þurft að greiða ef ég var að leigja þetta einn, þannig að mér finnst svo sniðut að leigja saman sko, en það algjörlega ótengt þættinum, þetta var bara raus í mér. En sko, ég ein spurning sem ég mjög spenntur að spyrja Þorvald út í varðandi leigumarkaðin. Ég vitnaði inn í húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar 2025-2034, samstarfi ríkið, lífeyrissjóði, verkalýðshreyfinguna og aðra lykilaðila, svo sem óhagnaðardrifin húsnæðisfélög verði eflt enn frekar. Sko, við erum kapitalískir í hugsun og erum alveg hægra megin í lífinu. Ég nú vinstri maður í grunnum, talaði fyrir þig. Sko, óhagnaðardrifið hljómar einhvern veginn skringilega í okkar eyru. Hvernig horfur þetta við þér? Er hægt að vera óhagnaðardrifin og svona að hjálpa eða eyðileggja markaðan? Það skemma fyrir markaðanum kannski. Það þetta hugtak óhagnaðardrifið félag, það auðvitað mikil þversögn í því svo ekki sem að sagt og eins og segir í hagfræðinni að morgunverðurinn aldrei frýr sko. Rétt. Óhagnaðardrifin félög sem það nú verið að vísa til þeirra og það gaman að svona velta því aðeins fyrir sér að þeirra staðist þeirra til dæmis Bjarg framkvæmdafélag og svo Búsetið til dæmis. Það ekkert langt síðan að ég skoðaði reikningar hjá Bjarg og þá voru þeir með held ég ef maður rétt 800 milljónir í hagnað á síðasta ári og rétt 30 milljarða í eigið fé. Og það má bara spyrja sig að því hvernig óhagnaðardrifið félag getur hagnað svona mikið. Þannig að þetta eru miklar þversagnir í þessu. Hins vegar held ég að félagsleg úrræði félagsleg úrræði fyrir félagslegt húsnæði eiga alveg rétt á sér og er kannski nauðsynlegt upp að einhverju marki en ég algjörlega sannfærður það að hvað þetta var þá sé markaðurinn best til þess fallinn að byggja og útvega og eiga húsnæði og þar með tala leiguhúsnæði
og það eru ýmsar aðra leiðir heldur en að gera, eða það er að segja, það eru ýmsar aðra leiðir til að koma fólki inn á leigumarkaðin og útvega leiguhúsnæði og hagstæðum kjörum, frekar heldur en að veita því öllu í gegnum einhver óhagnaðardrifin félög sem að leigjendur komast og kannski ekki að hjá nema eftir veru og löngum biðlistum nú eða þá að vera félagar í einhverjum stéttafélögum og svo framvegis. Það er hægt að gera þetta með ýmsum öðrum hætti, til dæmis með húsaleigubótum eins og voru nú hér áður fyrir. Nú í Skandinavíu til dæmis þá eru félög sem að leggja sig út fyrir það að leigja húsnæði. Þau hafa að uppfylltum ákveðnum skilurum hafa aðgengi að lánsfé á lægri vöxtum og það eru ýmis svona úrræði til staðar. Þannig að það er hægt að gera þetta með ýmsum hætti. Ég er ekkit endilega vissum að þessi ofur áhersla á óhagnaðardrifin félög svo kölluð sé besta lausnin. Nei, hjartalega sammála því. Gott að adressa þetta, af því að við köllum svona leikþátt. Við ætlum svona aðeins að, en þú veist, en 800 milljónir á 30 milljarða, er það ekki bara, í verðbólgu, er það ekki bara ánægis að reka því hagnaði eða? Það er ekki mikil arðsemi. Nei, það er ekkit mikil arðsemi, en þá má þó spyrja hvernig eignaðistu 30 milljarða? Já, það er fínt. Sammála því. Við erum búin að svara einhverju í þessum umræðli, byggingamagn, birgðir og sölutími, það gengur vel hjá Þ.G. Það má ekki setja eign og sölu og hún er farin daginn eftir. Langar að spekla það spurningu, Þorvaldur, hvernig eignaðist þú 30 milljarða? Já, hann talaði með það í byrjun. Góð spurning. Sko, það var eitt sem ég hjó eftir í morgun þegar ég var undirbúin fyrir þáttin. 38% fækkun íbúða bygging á höfuðborgarsvæðinu. Ástæðan fyrir þessu líklega einföld, hátt vaxtastig og há verðbólga í langan tíma. Já, það er aðal ástæðan, alveg klálega. Það er annað atriði sem að hefur haft afgerandi áhrif á þetta og það er þessi langvarandi lóðarskortur sem hefur verið til staðar og hefur gert alla uppbyggingu erfiðari og dregið úr henni á ýmsan máta og keyrt upp verðið. En fyrst og fremst er þetta bara aðstæður á lánamörkuðum og síðan þessi óvissa á fasteignamarkaðinu sömuleiðis. Þá neyðast aðeinslega til þess að halda sér höndum og það er algjörlega og klárlega það sem er að gerast núna. Sjá, kannski heimskulega spurningan, þið líklega sjáu strax bara trend, sjáum það bara 25 punktar lækkunum daginn, þið finnið það alveg ef það væri stíð aðeins, lækka aðeins vexti að þá myndi mögulega markaðurinn kannski ekki leysast sjálfur en það myndi allavega vera einhver innspýting eða eitthvað. Já, alveg klárlega. Það hjálpar allt saman til og þetta er bara mjög mikilvægt núna í samfélaginu og það horfandi á svona lítandi á horfurnar og hagvaxta horfurnar að þá er mikilvægt að ná vöxtunum niður og hleypa einhverju lífi í markaðina og í atvinnulífið í heildsinni og ekki síst í húsnæðismarkaðin. Það er bara afskaplega mikilvægt og ég fagnaði því að sjá þessa vaxtalækkun núna daginn og vonast eftir annarri myndarlegri eftir áramótin. Já, heldur betur og verðbólgutölu góða líka og svo velti maður fyrir sér Sigur Hannesson góðvinni þáttarins hann talaði að hann vildi bara, því að næsta ákvörðun ekki finni í febrúar, hann vildi bara kalla auka fund og fá meiri lækkun en eins og segir, þá er það ekki bara meiri lækkun í febrúar og við bíðum spennt. Ég heldur við ættum bara að krossa fingur og vonast til þess. Já, klart. Þú maður færa okkur í lóðaskortin og gjöld og hlutverk sveitafélaga og það er Orka náttúrunnar. Já. Og margir búin að koma til máls við mig og spyrja en bara með hleðslustöðar? Nei. Nei, þeir reka 2 fullkomnustu jarðhitavirkjanir landsins og þótt við að vera leita með til orkunýtni. Bæði rafmagn og heitt vatn sem er framleitt þar. En svo eru líka með góða hleðslustöðar. Ég er þetta með bestu hleðslustöðar og frábært app. Já, svo er þetta eitt sem ég ætlaði að nefna ef þú ert á Akureyri að hlusta á þetta, kæri hlustandi, þá er 2 fyrir hérna kalda og segir að Kat sendi á List Akureyri. List, það er náttúrulega lista góðu staður. Já. Hann er það sko.
og dænáttu þetta og eftir að bóka jólabrönsin eða vilt gefa bara upplifun í jólagjöfuna Rafræn geðabrið dánótt. gefa valið og þetta það svo gott að þú ert að leita hugmynd ígefur hann dænátt, vafra aðeins bara rólu heitinum Já. með kaffibóllan hvert að fara í kvöld með fjölskylduna Grillmarkaðinn. konunni já, grillmarkaðin það þarf ekki að vera grillmarkaðin, það getur verið eitthvað annað þú ert ekki alltaf í stuði fyrir 2 fyrir 1 á burger stundur langaði kannski ekki 7 dagvikunar eitthvað annað og þá var það bara dænátt en lóðaskortur, skjöld og hlutverk sveitafélaga það hefur mikið verið rætt og ritað lóðaskort í mörg ár þetta ekkit nýtt Akkur þetta ennþá vandamál árið 2025 Þorvaldur? Já, það 2026 núna bara Já, það alveg rosalega góð spurning og þetta eiginlega sko spurning sem að ég hef spurt sjálfa mig og marga aðra að mjög reglulega núna í mörg ár að því þetta þetta heimatilbúið vandamál ég held að skýringi sé kannski fyrst og fremst svo að sveitarfélögin hafa verið svona dálítið treg til þess að brjóta nýtt land til byggðar einfallega vegna þess að með því að fara í þéttingarreiti og innheimta gjöld af því sérstaklega hægt innheimta byggingaréttargjöld eða innviðagjöld að þá skapar það svo miklar tekjur auknar tekjur og margfaldar tekjur umfram það sem að hægt að fá út úr því að brjóta nýtt land til byggðar eða fara í slíka uppbyggingu þetta grundvallar breyting frá því sem áður var til að sveitarfélögin voru öflug í uppbyggingu nýrra hverfa og svona útkverfa menningin var til það að því svo þá held ég að sé mjög gott að vera með þéttingu byggðar en útkverfin þurfa að vera með líka Ef að ég væri sveitarfélag ef ég væri bara bæjarstjóri þá myndi ég sko báði herru við getum brotið nýtt land hérna það kostar okkur svona mikið að fara í þessar framkvæmdir einhvern tíma að fá útsvar tilbaka en það ekki nánast í framtíð þannig að við þurfum að fara í hressirétt skuldafjárútboð og þegar við erum byrjuð að fá útsvarið og búin að skuldsetja okkur svona mikið þá sé ég bara Reykjavík hérna og hvernig þróunin hefur verið og við verðum búin að stækka báknið það mikið að ég held við sem aldrei að fara að borga þessar skuldasúpu ég ætla bara að taka þetta snúa þessu upp í annað sko aðhald Reykjavíkurborgar hefur það bitnað á þessu mögulega? Já, alveg slæmt aðhald? Já, alveg klárlega það verður náttúrulega kannski að átta sig á því að hlutverk sveitarfélaga meðal annars að skapa aðstæðu til stækkunar stuðla því að byggja ný hverfi og svo framvegis og auðvitað eru ýmsar leiðir til þess það líka að setja hendurnar á einkaaðilum að brjóta land til byggðar ef slíku landi væri úthlutað en það hefur ekki verið hljómgrunur fyrir því Nei kannski eitt sem að svona kom mér spánstur í sjónis sem það að sveitafélög eru að hækka gatnaðargerðargjöld og önnur gjöld langt umfram almenna verðbólgu þetta líklega að hjálpa að fasteignamarkaðnum mjög mikið Já það nákvæmlega ég spyr mig að nákvæmlega því sama þetta eiginlega alveg ótrúlegt að sjá þetta og fylgjast með þessu og ekki síst á þeim tíma sem að jafnvel sömu aðilar eru síðan að kalla eftir lækkun fasteignaverðs að það hólur hljómur í því svo ekki sé nú meira sagt og auðvitað ættu sveitarfélögin frekar kannski að fara fram með betri hætti og lækka gjöldin frekar heldur en að hækka þau Leifur talar á honum að það án dýrt að brjóta bland og annað og stilla blóðum annað en svo þarf reyndar að versla þessar lóðir dýrum dómi, burt sér frá útsvarinu þannig að þetta svo og aftur þetta líka hlutverk sveitarfélaga sko Algjörlega og staðan nú einu sinni þannig að sveitarfélögin geta sloppið við þessa þau gætu raunverulega sloppið við áhættuna af uppbyggingu
einfallega með því að bjóða uppbyggingarsvæði út þannig að uppbyggingaraðilar eða mögulega í samstarfi við fjárfestingaraðilar hvernig sem að það nú væri tækju þessa áhættu yfir myndu fara í það að brjóta land til byggðar og búa til ný íbúðasvæði. En það eru ýmsir kostir í stöðunni en þessi sem ég er að nefna núna hefur bara ekki verið inn í myndinni af einhverjum ástæðum. Nei, þannig að skoða það þarf að fá ásýsi til okkar hérna. En svo erum við auðvitað með list Heldur betur. Sem ætla ég að segja falin perla á Norðurlandi Já. á Akureyri og auðvitað eru þið með fiskinn, grænmetið svakalegan hádegismat á sanngjörnu verði en menn eru svolítið held ég að sofa á súrdeigsbrauðinu, fiskisúpunni og ef að menn kíkja undir borðið segja Kat sendi ykkur kíkið bara á list, segja Kat sendi ykkur sjáu þið hvað þið gerir sjáu hvað þið gera fyrir ykkur það er a very special deal for you my friend þetta er aldrei þannig með list þetta er alveg einstætt samstarf og okkur þykir mjög vænt þennan tiltekna stað. Já, og ef þú segir líka bara Kat sendi, þá fyrir 2 fyrir 1 af kalda á dælu. Þá langar okkur að spyrja þig því að þú ert nú eldri en 2 vetra. Er Reykjavík að standa sig verr en önnur sveitarfélög eða er þetta vandamál alls staðar? Þessi mál eru kannski hvað þyngst hjá Reykjavíkurborg og verður nú bara að segjast alveg eins og er að skipulagsmál og uppbyggingamál og afgreiðsla öll er með allra þyngsta móti og virðist þyngjast með hverju árinu sem að líður og þá helst hjá Reykjavíkurborg en svo er þetta misgott eða misslemt. Ég bara vil samt í því samhengi nefna það að við erum til að mynda með mjög mikla uppbyggingu og við erum að standa að mikill uppbyggingu í Garðabæ. Þar höfum við átt fyrirmynda gott samstarf með sveitarfélaginu. Já, þetta sjálfstæðarflokkurinn þar. Það verður að lofa líka ánægð með það. Já, maður ekki bara lasta. Já, það er bara full ástæða til að taka það fram. Þá langar okkur að spyrja, Heiða Björg tekur sér dagsleyfi og leyfir að vera þeir ótrúlega atbyrjun, hún lætur þig taka við í 1 dag. Hvaða aðgerðir myndir þú setja í gang og færa þarna 24 tíma sem borgarstjóri? Já, það væri kannski fullstuttur tími til að gera miklar breytingar en mér dettur nú svona í hug að það þyrfti að fara í það þyrfti þá að fara í mjög drastiskar breytingar og hraðar breytingar og gerbreyta allri nálgun innan kerfisins og reyna að brjóta það upp og innleiða markvissar aðgerðir og aðgerðir til uppbyggingar og í mínum huga þyrfti að umbreyta og gjörbylta öllum verkferlum og sjá til þess að skipulagsvinna og framkvæmdavinna og þar sem að til dæmis verið að vinna í nýjum hverfum og þá er við til dæmis gatnagerð og veitustofnanir og annað þess áttar að allt verkferli við það myndi gjörbreytast, það þarf að vinna það svolítið með svipuðum hætti eins og einkafyrirtæki þurfa að gera. Þar gengur ekkit og þýðir ekkit að vera með langvarandi tafir og ákvarðanatöku sem að mælist í mánuðum eða jafnvel árum. Þannig það er ýmislegt svona þar sem að hægt er að taka til hendinni og breyta síðan, ég myndi gjarnan vilja sjá það og myndi gera það ef ég fengi þennan sólarhring þarna. Já, þú færð þann. Já, takk fyrir það. Að þá myndi ég gjarnan vilja breyta líka bara viðhorfinu. Það skortir töluvert mikið upp á það að verkefni séu unnin með þeim hætti að nálgunum sé með þeim hætti að það sé samstarf og samvinna með framkvæmda aðilum. Já. Það er allt of mikið það að nálgunin sé með einhvers konar öfugsnúnum formerkjum við það. Klart. Mér finnst áhugavert að þú nefnir viðhorfið og kannski munin milli einkageirans og hins opinbera þarna og sveitarfélaga.
við sáum núna Pál Magnússon vera að hnýta í fjárlaganefndina að þeim Jú, jú. hefði nú Var að fara í djánferð. Pál Magnússon satt nú á þingi í 5 ár og var á þeim tíma satt hann í fjárlaganefndinni en þeir eru sem sagt allir Víking núna fjárlaganefndin og þar í stafni eru Ragnar Þór Ingólfsson, Davíð B og skulum ekki Fleiri kóngar. margir kóngar margir af mínum helstu bandamönnum ég er svolítið vittur maður og honum finnst skrítið sko að fjárlaganefndin kannski farið með þetta fordæmi þar sem að og segir hérna í einni athugasemdinni það er óþolandi hvernig farið með skattpenninga á Íslandi ég veit ekki hvað er að sækja til OECD í París efri deildar ítalska þingsins hvað fjárlaganefndin hefur þangað að gera hefur ekki verið fordæmi fyrir þessu sko ef við horfum bara í sko viðhorfið innan opinbera kerfisins og einkageirans sérðu einhvern mun er þetta kannski bara alveg eins í einkageirun? Er þetta eins í þóttgeir? Nei, það er langvegur þar frá, afskaplega langvegur. Eru þið að fara á þessar ráðstefnu? Ég get alveg lofað því að það fer enginn frá mér á þessar ráðstefnu. Eða yfir höfuðin einar svona sparir ráðstefnur hinga og þanga eins og mönnum virðist vera tamt í opinbera kerfinu. Og ég held að þetta fyrirkomulag sé bara alltaf að aukast. Erum að sjá sko stærri og stærri sendinefndir í einhverjum alls konar kampaðinspóðum út allan heim að því að manni virðist oft vera í litlum tilgangi og auðvitað er þetta þannig að þið opinbera þarf að horfast í augu við slíka hlutir, ekki síst núna þegar talað um það að það sé mikil þörf á aðhald í ríkisfjármálunum og að báknið hafi blásið út og ég held að það sé á margan hátt alveg rétt og full ástæða til þess að hlutaðeigandi aðilar skoði þessi mál. Einkageirinn er auðvitað þannig samsettur að ef að menn haga sér ekki þar og passa sér ekki og þá verða þeir einfaldlega mjög fljótlega undir og þá fara þeir bara á hausinn og kannski þyrftu þeir sem að stýra þjóðarskútunni sko að tilengja sér svona hugafar sem með sambærilegum hætti að ef ég eyðum efni fram þá fer bara illa. Það slæri enginn á puttana þeirna. Það er enginn sem hangir yfir munum. Er einhver leið færi þessum efnum eða er þetta bara Er það ekki bara sem Sigmundur sagði? Mönum verður bara að blóða til skildunum, ég veit ekki. Fá Heiðar Guðjón sem hagræðingar kesara? Svo engin, já, eitthvað svoleiðis. Hvernig líst það til þau? Já, hann er náttúrulega mjög fýtt, sko, og góða gjalda verður. Ég held að sé mikilvægt að halda samtalinu gangandi og það er bara einn vettvangur til þess hjá ykkur. Mjög mikilvægt að vekja athygli á málum. Ekki síst núna þegar að maður sér fjölmiðla flóruna dragast saman og frjáls fjölmiðlun á undir högg að sækja. Það er nú ekki til þess fallið að sýna hinn opinbera aðhald. Nei. Þannig að það eru allir þessir þættir en það þekkja það bara allir úr heimilisbókhaldinu og bara úr daglegu lífi að það þarf alltaf að sýna tilhlýðilegt aðhald og fara vel með og svo framvegis. Það er kannski að versta í þessu er að maður þekki það bara sjálfur þegar maður heldur á öðru kreditkorti þá er ofta auðveldara að sjoppa sko. Það kann að vera sko rauði þráðurinn í þessu og kannski er það bara sko stóra vandamálið. Já, maður líka velti fyrir sig svo Þórhallur kemur inn á sko ef við myndum bara breyta Reykjavíkurborg í EHF eða jafnvel bara ríkisstjórninni það væri fljótt að fara á hausinn sko en eins og Leifur segir, það er engar afleiðingar fyrir sig, það bara að brenta meira pening á hana. Heyrðu, þetta var smá útútur en það var skemmtilegt til flæðandi hjá okkur. Eitt sem er langar að hamra á, við erum kannski búin að taka þetta og þá byrst ég afsökunar. Ég var eitthvað
Ég er alltaf að monta með þeirra undirbúin fyrir þetta sko, því ég gera svo sjaldan. Nýjar íbúðir orðnar helmingur alls frambóðs á höfuðborgarsvæðinu en þær eru vissulega eins og við talaðum kannski dýrari og henta einhverju leiti illa fyrstu kaupendum. Helmingur í sölu þá eða? Já. Þá spyr ég sko, og þú kannski svara fyrir þetta varandi reglugerðina hvað átt var með mörg herbyggi og annað í hverjum kjarna fyrir sig. Erum við að byggja rámt fyrir stærstu kaupendahópana? Já, sko, ég held að ég held að íbúða samsetningin mætti vera dálítið öðruvísi og í mínum huga þá og að mínum mati þá vantar fleiri íbúðir sem að hægt að bjóða á lægra verði heldur en svona almennt þekkist og þá þarf að byggja á svæðum þar sem að hægt að byrja frá grunni, þar sem að lóðarverðið ekki jafn svimandi hátt og almennt séð á höfuðborgarsvæðinu núna og síðan þetta innan þá skipulagsskilmála með skipulagsskilmála sem bjóða upp á svigrúm þar sem er ekki nauðsynlegt að fara í dýrar útfærslur sem að stundum eru skylda og síðan sömuleiðis að geta búið til og framleitt meira af minni íbúðum. Ég held að og mér sýnist að það sé hvað mesta vöntunin eftir nákvæmlega þess áttar íbúðum núna. En það eru bara fá svæði, fáar byggingarlóðir sem að bjóða upp á það. Já, talað Heiðar Guðjóns, það er eitt sem ég langar að adressa því að við höfum oft talað fasteignamarkaðinn við Heiðars og það er skemmtilegt að tala við Heiðar endar bara allt sko, því hann kemur alltaf með góða punkta, kemur aldrei að tóma kofinu þar. Er ekki að koma til okkar núna? Jú, í næstu viku. Þannig að það verður ekki. Sko, hann hefur mikið talað fyrir þessu nákvæmlega sem Þorvaldur að tala þú talaði ráðan þetta rör sem var í búinu og svo er bara tekið og annað á þessar reglugerðir og passa að sé alveg örugglega engin bílastæði og fleira. Sko, hann talaði í hótelgerðunum, þá áttu með 1 stjörnu, 2 stjörnu, 3 stjörnu, 4 og 5 stjörnu hótel. En á Íslandi þá þurfa allar eignirnar að vera 5 stjörnur sem að gera það verkum að þeir náið ekki að því að sumir myndi bara sætta sig við 1 eða 2 stjörnu eignir að því að þeir bara vilja komast á markaðin. Skilur hvert ég er að fara? Já, ég er bara alveg sammála því. Ég er þeirra skoðunar eins og sagði áðan að það ættu að vera og þyrftu að vera valmöguleiki til staðar þar sem að hægt vera að byggja ódýrari tegund af íbúðum og bæði á það við þá íbúður fyrir efnaminna fólk og síðan eru náttúrulega bara sumir einstaklingar sem að einmitt vilja kannski bara vera í íbúðum sem að hafa aðeins öðruvísi eða minni gæði og eru þannig leiðandi ódýrari þetta og bara allt saman að geta verið valmöguleiki og hluti af flórunni. Má ég spyrja þig hvað er kostnaðarverðið á fermetra hjá Þóttgeverk í dag? Sko það er ekki neitt eitt svar við því af því að hann hleypur það er ansi langt bil á milli þess að vera að byggja íbúðir sem eru maður geti sagt einföldustu tegund af íbúðum og síðan aftur íbúðir inn í einhverja skipulagsskilmála sem að hleypa upp kostnaðinum. Það geta auðveldlega verið geti ég trúað svona 20 og jafnvel 25% munur á byggingarkostnaði á milli þessara flokka. Það er að segja frá ódýrasta mögulega íbúðakostunum og þá er það samt sem áður íbúð sem uppfylla sjálfsögðu alla reglugerðir og alla staðla og öll gæða viðmið. En þær eru til dæmis kannski ekki endilega með berjarönnum með einhverju slíku eins og við höfum séð í skipulagsskilmálum. Svoleiðis að ég á dálítið erfitt með að svara þessari spurningu. Já, með grunaði það svo sem. Og þessar íbúðir með berjarönnum kannski seljast ekki á mikið herra verði heldur en þessar íbúðir sem eru kannski í sinni einföldustu mynd og það eru þá bara verðlega til þess að koma til móts við þessa hækkun sem er á aðfangaverðinu á þessum berjaruna íbúðum. Þannig að eru allir að greiða fyrir þessar
hvað þetta veltur út í allt verðlag vantarlega, þetta ekki bara Nei. það ekki þessar ákveðnu íbúður sem að bera þungan af þeim kostnaði eða hvað? Nei, en það samt sem áður mikill munur á milli sko skipulags kostnaðarsamra skipulagskvaða frá einni lóð til annarar og ég get bara nefnt sem dæmi að við erum að byggja íbúðir í Hafnarfirði, í Hamranesinni Hafnarfirði núna sem við erum að bjóða mjög hagstæðu verði. Það hagstæða verð sem við getum boðið þar það tilkomið vegna þess að í fyrsta lagi er grunnkostnaðurinn, þar að segja lóðin og gjöldin mun lægri heldur en almennt gerist og svo aftur hitt að skipulagskvaðir eru mjög fáar og bjóða upp á heilmikið frjálsræði. Þá er þetta framleiða svona íbúður sem að vissulega vantar inn á markaðinn. Já, þetta er góða punktur. Ég ætlaði að spyrja þú, kannski búin að eða líka svara þessari spurningu sko, fyrir unga hlustendur að núti sem eru að fara tímasetja markaðinn, eru að fara að kaupa sína fyrstu eign og þeir eru að skrolla viðinn. Hvað er að skoða sérstaklega? Ef að Þorvaldur væri að leita sína fyrstu eign og bara eignasafni á þótt gefundur? Já, sko, það sem ég get sagt, allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Okay. Það er nú fyrsta svarið. Og það eru mjög mismunandi íbúðir, mismunandi stærðum, mismunandi gerðum, mismunandi stöðum þetta kostar staðsetning líka sitt og mismunandi gæði hvað varðar bara arkitektur, útlit og annað slíkt sko. Þannig að og mér finnst það eiginlega að vera kannski aðalatriði í þessu að þarfir og fjárráð fólks eru mismunandi og aðalatriði er að geta boðið upp á valmöguleika sem að henda hverjum og einum. Þetta er bara svona svolítið svipað og þegar fólk fer í bílaumboð. Já. Þá getur keyptir alls konar bíla og svo ef þú vilt gera vel við þá getur valið leðuráklæðið og allt hvað eina. Ein spurning og þetta er bara ég að áhuga á þessu. Hvort er auðveldar að selja eignir á jarðhæð eða efstuhæð í lyftuhúsi? Efstuhæð. Aha, já. Alveg pottþétt. Já. Ok, kekja. Mér langaði bara að vita þetta og ég er með penthouse íbúð. Já. Nei, þarna við erum aðeins að fara að tala þetta vaxtastig, verðbólgu og fjármagn og fleira. Eitt sem ég langar að mjög spenntur að spyrja Þorvald út í sem þessi vaxtadómur. Daginn Breki Karlsson, formann Neytendasamtakanna, talaði mikinn sigur fyrir neytendur en það svona lítur út eins og við neytendur séum einhvern veginn enda með svartapétur fengum bara lélegri lán í staðinn og ég bara sakna þess að ég reyndar ætla bara að halda í mínu óverðtryggða breytilega lán og ætla ekki að endur fjármagna. En var þetta svona, við horfum núna í baksýnisspegilinn, svona rosalegu sigur fyrir neytendur? Ég held að í besta falli þá hafi þetta verið einhvers konar pyrrhusarsigur. Og að því ég sé það blasir að minnskosti ekki við mér að neytendur séu betur settir eftir dóminn. Mætti mögulega halda því fram að neytendur séu jafnvel bara verð settir. Svoleiðis að ég svona hef velt þessu töluvert fyrir mér. Ég veit ekki hvernig á að svara því. Nei, þetta var ekki jafn mikill sigur á að básunum minna held ég fyrst. Ég held að allir getur verið saman það. Ég held að það sé alveg rétt. Sko. Já. Því miður Breki Karlsson að þú hlusta. Sem ég efast. Já, það er úrlega því miður. Það getur lært líklega að segja hvað að hlusta á Þorvald hérna í kvöldin. Já. Við ætlum aftur í þvottgeverk. Já, mér líst vel að. Já, við erum ekki búin að kveða það alveg, en happatreyðunar, jólagjöfin í ár fyrir fótboltakrakka. Vá, heldur betur maður. Svo meiri segja, Hjörvar var að koma inn á þetta og segja að ef þú fari lið sem segjum við sett liðbúlmaður og fari í United-treyju, þá máttu skipta. Það er svoleiðis? Já, ég vissi ekki að þetta var hægt. Nei, þetta er skemmt. Ég vissi að hversu veikur þarf þetta að vera samt til að biðja það, en ok, það er flott ég að maður bjóða upp á það. Já,
sko, nú ég kannski að brjóta reglu nummer 1 ef einhverju vinni mínu að hlusta, en ég búin að greiða jólagjafir á alla vini mína Já, algert. og happatreyjur spila þar stóra rullu. Ég er spenntur. Ríkalega þægilegt að geta gefið, sko, þetta er harður pakki, af því að þeir eru auðvitað í kassa Rétt. og svo er þetta líka, og veist ekki hvað þú færð, það er smá lengju fílingur í þessu, þú ert að tippa og þú vilt tippa á íslenskum geturunum, Heldur betur. þá ert að stiða við íslenskt íþróttalíf ef eitthvað klikkar, en treystist við nú að okkar hlustendur séu nú ekstra góði tippar, það er eitthvað sem segir með það. Já, ég heldur aldrei tapa. Og árum koma þóttgeverkið, það er líka Apro, Apro.is, gerfugreitarhraðall, Apro samenar íslenskt viðmót, örugga aðgangsstýringu og tengingu við innri kerfi fyrirtækja. Allir verktakar séu einu sem þau eru ekki á að gera á gerfugreitinu. Spurning hvort að Þorvaldur kynni sér Apro, það er öruglega eitthvað fyrir hann hérna. Nýti kraft gerfugreindarinnar öruggan og hagkvæman hátt og kíkið á Apro.is, auðvitað AFS samstarfsaðili, Amazon Web Services, en Sælar. Já, sælar. Við vindum okkur í þóttgeverkið aftur, sko, ef við kannski rennum yfir verkefnin sem að þú komið að, hvort að það sé einhver sem að standa upp úr þetta langur listi, Helliseiðavirkjun, Hafnatorg, Nýi Landsbankinn, skólanir eða íbúðarhverfin. Ég ætla bara að byrja þetta nóminni. Já. At gunpoint hérna. Hvaða verkefni ertu stoltastur af? Uppáhaldsbarnið þitt. Já. Uppáhaldsbarn, já þetta er svona eins og með börnin, sko, það er ekkit uppáhaldsbarn eitt. Það ég bara get sem betur fyrir verið stoltur af, held ég, öllum verkefnum og við höfum tekið þátt í mjög mörgum virkilega flottum og skemmtilegum verkefnum og svona eftirminnilegum fyrir svona framkvæmda manni eins og mig. En það eru vissulega bara þessi sem að þið nefnduð og svo er til dæmis nýlegt verkefni, sko, skrifstofubyggingar Alþingis. Já, geðveikar. Það er að mínum mati listaverk að utan og innan. Mér fannst það svo flott að mér óttalegt bröðul, sko. Að það var svo flott hjá ykkur, sko. Já, þetta var nú ekki mjög dýrt, við bauðum afskaplega hagkvæmt verðið í þetta og það lúkkar helviti vel. Þannig að þarna fekk ríkið, sko, mikið fyrir peningin. Já. Vesla við þóttki. Já, virkilega flott verkefni og mörg önnur. Og svo í þessu samhengi þá vil ég nú bara nefna til dæmis verkefni sem við erum með í gangi núna og það er bygging nýrar Ölfusárbrúar sem að verður alveg magnað kennileiti þegar það verður fullgert. Magnað kennileiti við Selfoss. Mjög svona skemmtilegt verkefni líka, óvenjulegt og oft er það þannig að svona, hvað maður að segja, óvenjulegu eða þau verkefni sem eru ekki óhefðbundnustu verkefnin og jafnvel þau erfiðustu, þau eru jafnframt sjálfsögðu eftirminnilegust og sömulega skemmtilegust. Já, klart. Eitt sem ég langar að spyrja þig, að því að tala unni mörg útboð og unni mörgum skemmtilegum verkefnum, þá langar maður að spyrja þig, er eitthvað svona sem þú manst eftir, svona toppa fyrir hett útboð sem þú tapaðir sem að þú sér bara jafnvel ennþá eftir í dag og manst eftir? Nei, í sjálfu sér ekki. Sko, ég reynir nú að hafa þetta þannig að það getur oft verið eitthvað leiðinlegt að vera í öðru sæti í útboðið en næst besta tilboðið og það hefur stundum gerst hjá mér kannski 3 í röð. Þá getur það orðið svolítið pirrandi. En ég hef alltaf reynt að tileinka mér þannig að vera ekki að dvelja við það, heldur bara snúa mér að því næsta. Já. Svoleiðis að ég held ég geti sagt það alveg með góðri samvisku að það er ekkert verkefni til, sko, sem að ég sé eftir að hafa ekki fengið eða neitt slíkt. Nei. Því að það kemur alltaf eitthvað nýtt og annað sem er þá bara ennþá betra. Sko, ég verð að spyrja og þetta er afturöglega heimskóli spurning, ég kann ekki að hengja mynd upp á vegg heima á mér, sko. Hefurðu lent í því að eitthvað verkefni hafi bara klúðrast alveg bara royally? Nei. Nei. Aldrei lent í því. Það hafa oft verið áskoranir. Já.
og koma oft upp áskoranir, en það er alltaf aðalatriðið að finna leiðirnar og finna aðferðir til þess að bregðast við áskorunum. Já. Og það er alltaf hægt. Ef við höldum áfram með þessum dúr, mollinu, Já. þá langar maður að spyrja þig, sko, auðvitað er það þannig að í þessum geira að fjárfestingar eru svo svakalega háðar ytri aðstæðum og efnahagsaðstæðum, sko, en áttu einhverja verstu fjárfestingu sem að kannski klúðraðist ekki vegna efnahagsástæðna? Já. Einhverja verstu fjárfestingu? Já. Þetta er ekki hetjusögu þáttur. Það má vera þottki, það má líka vera persónulegt. Sko, það er nú ekkert sem að kannski kemur upp í huga. Ég er nú reynda stór hluthafi í Icelandair, en Já. Ég held nú samt að það sé góð fjárfesting. Hún er líka, það er svona þjóðþrifa verkefni. Sín líka ekki? Jú, reynda líka, já. Ég held að það er betri tíma fram með það. Já, þetta er allt saman eftir að taka við sér. Ég hef engar áhyggjur af því. Þannig að nei, það er nú eiginlega líka sama, sko, með svona hluti að ef eitthvað misferst, sko, í fjárfestingum eða öðru slíku, þá er mikilvægt að dvelja ekki við það. Og það eru klárlega fullt af, sko, fullt af svona eftir á hyggja slæmum fjárfestingum, en ég held að sé nú svolítið bara lýsandi fyrir þangagangin hjá mér. Ég man nú bara ekkert eftir þeim, sko. Nei, sko, þá verð ég að spyrja því að við alltaf stiklum á mjög stóru eðlilega, enda 27 ára saga bara með þottki, sko, hruntímina, því að þar voru við Leifur, sko, bara, já, rétt svo byrjaðir að læra grunnskóla, sko. Hvað endaður með, þú veist, talandi byrðastöðu þar, hvernig varstu heppin innan gæsaleppa í hruninu eða lenti þið alveg mjög illa í því? Já, við lentum mjög illa í því að því leytinu til að þegar að, sko, hrunið þarna féll yfir okkur. Já. Að þá vorum við búin að byggja upp mjög stöndugt félag. Þá var þottgeverk virkilega stöndugt á þeirra tíma mælikvarða og í öllum samanburði við félag í byggingariðnaði. Það var auðvitað tölvert öðruvísi samsetning á félaginu heldur en er núna, en afleiðingar hrunsins voru einfallega þannig að það þurrkaðist upp nánast allt eigið félagsins og tengdra félaga, og við þurftum að já, má segja bara synda svona björgunarsund og hafa okkur alla við til að komast í mark og sópa út úr öllum hornum. En eins og ég sagði í upphafi, sko, þá var það samt sem áður líka og leið mjög, sko, lærdómsríkur tími. Já. Birgir, þú ert undirbúningskall, en ég er dílakall. Díljunki. Já, og ég er gaman að þeim, sko, til dæmis gaman að guðna í epli sem er einhver sem við verðum að fá einhvern tímann. Já, kongur. En við erum búin að ræða verstu fjárfestingu og nú langar mig að spyrja því, Þórhildur, sko, kannski bestu fjárfestingu, er einhver díll það sem að var bara enn betri en þú þorri nokkuð tímann að vona, og eitt sem að kannski hefur verið velt upp eru bílastæðakjallarinn í miðbæ. Já. Hvort það hefði til að mynda verið góð fjárfesting eða einhver önnur? Einu eftirsjáum þar væri að vera ekki önnur hæð á kjallarunum. Það er reyndar alveg hárrétt að það var nú nefnilega þannig og þetta er svona lýsandi fyrir stundum ákvarðanir og viðskipti og oftar að þannig viðskiptum að maður er, sko, vitrastur eftir á. Jú. Og af því þú nefnir þetta tiltekna dæmi með þennan bílakjallar eða Hafnatorgi. Hafnatorgi var verkefni sem var afskaplega vel heppnað og skemmtilegt verkefni og ég er bara mjög stoltur af því. Það var umdeilt á sínu tíma og er það kannski einhver leiti ennþá sitt sínu skverjum arkitektúrinn og byggingarnar og allt það. Sigmundur Davíð hefur mikið talað um þetta hérna? Já, og það eru ýmiss konar sjónarmið
lofti og sumum finnst að byggingastílinn hefði átt að vera annar og öðruvísi og hérna, það í sjálfu sér alveg hægt að taka undir það upp að einhverju marki, það bara smekksatriði eða það ekki hægt að taka kannski endilega undir að það hægt að skilja það allavega og meðan að tiltekna bílakjallara þegar við vorum að fara af stað með verkefni þá auðvitað vildum við byggja bílastæði hæfilega mörg til þess að þjóna þessum kjarna en við sáum ekki fyrir okkur að Reykjavíkurborg hatar bílastæði. Já, það hérna haturssamband var ekki hérna jafn sterkt og eiginlega bara ekki komið á þessum tíma. Nei. Við vorum einmitt frekar hvattir til þess að byggja bílastæði þegar þetta var og þar á meðal af Reykjavíkurborg og áttum í mjög góðu samstarfi við Reykjavíkurborg hérna byggingu bílastæða á þessum stað. En það sem er svona eftir á hyggja þannig að það var einmitt í þessu tiltekna verkefni, þá voru byggingar heimildir til staðar. Það hefði verið hægt að byggja annan kjallara undir þeim sem að nú og þar að leiða þetta með 2 sinnum fleiri bílastæðum. Allar heimildir voru til staðar og byggingatæknilega hefði það verið svona til þess að gera einfalt mál. Hefði ég vitað það sem ég veit í dag, þá hefði ég alltaf gert það. En ég vissi það ekki þá. Nei. og það svona eðli svona alls konar viðskiptalegra þátta að maður sér hlutina mjög oft í skýrara ljósi eftir á. En þá eru við komið annað verkefni ef það fengið þarna 1 dag sem borgarstjóri sko? Jú, alveg hárri. Við erum að detta í loka liðin sem eru utanspurningarnar. Já, við ætlum að taka kaldastrið í dag líka. líka. Já, ég er með það. En það er gýr í mönnum við það. Já, það er nefnilega gýr í mönnum. Við ætlum að taka hvar verðum við í boði Sjöstrand og Blöss. Já. Og Sjöstrand talandi forláta jólagjöf. Wow. Eitthvað fallegt og hart í pakkan. Já, glæsileg kaffivél. Gefðu mömmu þennan pappa maka. Hvort sem verið krómaða eða ekki sko. Gull, auðvitað forkunafagur, silfur ekki síðri. En kaffi líka fyrir fyrirtækin, sérstaklega fyrirtæki áskiptin. Jú. Að því við tölum nú það, ég held ég að það verið síðasta þætti hversu mikilvægt það er fyrir starfsandan í fyrirtækjum. Menni Maríu Björk að gefa góðan mat. Já, og gott kaffi. Ekki síður gott og umhverfisvænt kaffi. Og það er Sjöstrand auðvitað afskaplega framalega, ef ekki fremstir. Svo erum við Blöss. Já. Valur, glænýr parahringur frá Reset. Ég fannst til að verða að koma honum að einhver staðar. Já. Ég er búin að tala mikið hann líka bara ekki í þættinum sko. Já, mikið í vinnunum bara. Já, sveigjanlegur og mjúk og umhverfisvænum sílikoni. Hægt að nota með maka eða sem egg. Já. Fullkomið til að krydda upp á leikinn. Það eru Blöss. En við ætlum að færa okkur í hvar verðum við árið 2030. Þorvaldur, hvernig sérðu íslenskan húsnæðismarkað árið 2030? Við erum auðvitað með þætti á borð við regluverk, skipulagsmál, afslut vinnuafl og annað slíkt. Já, það er bara mjög góð spurning. En henni er kannski ekki endilega auðsvarað samt. Nei. Það eru, rétt eins og við höfum talað sko, það eru heilmikil óvissa til staðar, ekki bara á byggingamarkaði, heldur bara í efnahagslífinu. Og það er óvissa allt í kringum okkur, löndunum í kringum okkur og bara í heiminum. Og við förum ekkert að vara hluta af því. Svoleiðis að það er, ég held að segja svona erfiðar en oft áður að hérna rýna í kristalskúluna og hérna og sjá eitthvað fyrir sér. En það er engu að síður mikilvægt og skiptir heilmiklu máli að fólk vandi sig í regluverkinu og skipulagsmálum og stuðli að því sko að hérna það verði hérna nauðsynlegu uppbygging, hægt verði að svara kalli markaðarins og stóra atriði því eru þessi mál sem við höfum reyndar rætt í þessum þætti, það eru svona hérna einföldu atriðin, það eru framboð byggingalóða og síðan hérna skipulagsmál og hérna það væri afskaplega þarft að fara í einföldun reglugerða sem hefur reyndar verið boðað. Já. Og ég vona að hérna það gangi eftir vegna þess að sko ef ekkert breytist
og að það verður áfram þessi tregða og þessi lóðarskortur og sama ástand, þá alveg útlit fyrir það að við lendum í einhverju ófremdar ástandi þegar að markaðurinn tekur næst við sér. Því að mögulega og það ekki ólíklegt að markaðurinn mun taka hressilega við sér, verði verði mikil eftirspurn, þá þarf að vera til þess að uppfylla lögmál framboðar og eftirspurnar, að ef að eftirspurnin verður mikil, þá þurfa að vera tækifæri á markaði til þess að fylla upp í framboðið. Verkefnastaðan til dæmis bara hjá ykkur í Þ.G, eru þið góðir til, hvað horfið þið langt fram í tíma? Við erum með óvenjulega margar byggingarlóðir eða mörg verkefni núna í þróun, eða þar að segja í hönnun, og við erum auðvitað nýlega búin að festa kaup á stóru landi, Arnarlandinu í Garðabæ, þar sem er stæðsti uppbyggingarfasin hjá okkur, verður þar. Svakalega spennandi reitur. Virkilega spennandi reitur og bara alveg frábær uppbyggingarreitur á allan hátt. Við erum mjög spennt fyrir því, en við erum með marga aðra staðir líka, og svoleiðis að það verður heilmikið úrval hjá okkur, og við erum að horfa á við erum með lóðir núna sem að duga okkur í 5 ár. Já, það helviti gott. 4 til 5 ár. Já. Þið vorum nú að ræða úrræði ríkisstjórnar fyrir þættinum, og eitt af þeim var að leggja einhverja refsingar við því að láta lóðir sem væri búið að útluta standa óhreyðar til fleiri ára, fyrir óþjálfa auga hljómar þetta lógískt. Er þetta sniðugt, Þorvaldur? Já, ég held að þetta tiltekna atriði byggir nú bara hreinlega á einhverjum misskilningi, því að ég veit ekki til þess að það tíðkist almennt að láta byggingarlóðir standa auðar, nema því aðeins að menn séu, og þá helst að menn séu tilneyddir til þess, kom ekki hlutunum í gegnum skipulag, komið þeim ekki, lóðirnar komast ekki í byggingarhæft ástand, byggingarleyfi fást ekki fyrir eftir dúk og disk og svo framvegis. Ég held að það sé oftar en ekki vandamálið, því að það er engin lógík í sjálfu sér í því að liggja með einhverja rándýrar byggingarlóðir án þess að skapa verðmæti á þeim. Svoleiðis að það er engin drifkraftur að hanga á þeim. Nei, maður velti fyrir sér, spurningin var hvar verður húsnæðismarkaður á 2030, svona ef maður reynir að horfa í kristallkúluna, svona við leifurum ekkert frábærir í, munum við ekki bara sjá mjög lélegir í reynda bara, munum við sjá kannski bara meiri þéttingu byggðar, minni einbýli, fleiri óhagnaðardrifin leigufélög, eða þurfa að fara í back to basics? Ég held að það sé langt best að fara back to basics. Þessi hugmyndafræði sem hefur verið kannski hvað helst á í umræðinu núna með þessa hluti eins og óhagnaðardrifnu leigufélögin, félagslega íbúðu uppbyggingu, hvað svona heyrist manni og sýnist manni hvað helst vera talað að ég get ekki séð, og ég held að það sé óheillavænleg þróun. Fyrst og fremst tel ég að þurfa að skapa aðstæður til þess að uppbyggingaraðilar geti tekið hressilega við sér þegar að eftirspurnin skapast, og reynt að koma í veg fyrir svona ójafnvægi sem er búið að vera allt og lengi og er orsakavaldurinn fyrir hækkun íbúðaverðs umfram það sem eðlilegt getur talist hverju sinni. Til þess að koma í veg fyrir það, þá þarf að vera framboð af lóðum. Byggingarlóði þurfa bara hjá sveitarfélögunum að vera eins og hverjannur hilluvara. Það þurfa bara að vera til staðar og til útlutana þegar á þarf að halda.
aðstæður hjá skipulags- og byggingar yfirvöldum þarf að vera þannig að þeir bregðist hratt og vel við með og í samráði og samstarfi við uppbyggingar aðila þegar að kallað eftir því og þannig að komið sér í veg fyrir skort og komið sér í veg fyrir óþarfa sveiflur í frambóðinu og þar að leiðandi líka sveiflur í verðlagningu. Já, mjög gott. Þá eru við komin að riddarspurningunum, í bland við almenna spurningar. Jú. Og það eru þetta David Jones sem að fara okkur þær. Jú. Mér langar að nýta tækifærið og minnast aðeins á Choco Dates. Já, það er raunverulega jólakonfetti ár. Það er svoleiðis. Já, þetta kemur í svo snirtilum umbúðum. Hver dagla er sér vafinn í pakningar en síðan líka utanum hana sko. Og húðuð með allskins góðgæti og síðan hún líka fyllt. Já. Karmeludalinn er til dæmis með svona lítillinn hnetu. Já. Dubai-dalinn er með svona Gaddafi, þú veist, dæminu. Þú vilt bara fá þér herbyggi með þessum döðlum. Ég sver yfir þessum döðlum. Já, ég er alltaf með þér í herbygginu mínu, alltaf til dags. Hann er enda með mjög góða spurningu, Þorvaldur, sko. Já. Eins og alltaf. Já, ég kem að þeim og svo ert þú glæsilega klæddur. Já, Morris. Eins og venjulega og þetta er sjálfsög sút upp. Já. Sem að, ef menn allir mjúkt, þá myndi ég alltaf fara í sút upp. Rétt. Ekki vera... Já, ég bara til þess að vera ekki klæddur eins og trúður í jólabóðinu. Já, það er leiðilegt líka, já. Þorvaldur, þú nú snirtilegu til fara alltaf jafna, hefur þú verslað við drengina í sútöp? Já, þakka fyrir það. Ég verð nú að viðurkenna það, ég hef ekki vanir komið mín að þangað. Nei. En ég hef heyrt af þeim. Já. Ég veit að þetta er alveg mjög flott. Já. Að skoða það, að mæti þeirra morgun. Já, drífi því. Þeirra málið. Og þetta okkar menn í Subway sem voru að opna stað í henni glæsilegu nýju matöll. Já, ég má nú alveg til með að gefa þessari matöll mikið hrós. Þetta er náttúrulega langflott. Þetta er nú eiginlega ekki matöll, þetta er bara veitingasvæði. Þetta er glæsilegt og Subway-básin er sá glæsilegast. Já, sammála því. Þú heldur áttu þér upp á Subway-bát. Og hvernig fórstu síðast að Subway verðstu alveg hreinskil? Sko, það er orðið kannski svona skringilega langt síðan ég fór síðast. Það er ábyggilega svona 2 mánuðir síðan. Já. En ég fer alveg reglulega á Subway og mér finnst það bara virkilega gott. Hollur og góður matur. Já, ég ránaði með hann. Helviti langt síðan ég fór. 2 mánuðir. Ég var mjónaði með þetta. Já, maður fekk þessi maður. Já, 25 ár síðan fór. Já, Þorvaldur og David Jones, hann rýður á aðeins og spyr, fara kaup Þottgi á Ólafi Þór Jóhannesinni í flokk með kaupum Real Madrid á Cristiano Ronaldo sem einn besta fjárfesting í sögu félagsins? Guð minn góður. Nú bara kemur alveg að tóma kofanum, sko. Já, en þetta var alveg sæning, Ólafi Þór Jóhannesson, fjármálastjórinn ykkar. Já, hann er Já, býttu fyrir ekki að ég miskildi spurningun. Eðlilega, já, ég skildi nú eiginlega ekki sjálfur. Ég miskildi bara spurningun. Hann hefur borðað mikið að dölum að fara Ólafur Þór er flottar en Ronaldo. Já. Ég geti haft þetta eftir honum. Blaða snápar. Já. Njáll Laugdal, hann á næstu. Ef þú þurftir að velja eitt atriði af eftirfarandi til að laga, hvað er þið fyrir valinu og hvers vegna? Og hefst nú lestur lægri fjármagnskostnaður byggingaraðila, meira frelsi til að byggja það sem þið teljið henta markaðnum, einfaldari byggingareglugerð eða auðveldari fjármögnunarkerfi fyrir kaupendur? Góð spurning. Sko, þetta er mjög góð spurning og öll atriðin eru mjög mikilvæg. Ég held að ég myndi nú segja kannski að mikilvægast atriði væri samt það síðast nefnda. Þar að segja aðgengi að fjármagni fyrir kaupendur. Já, og kannski það því að við svona kannski skautum smá fram með því, þetta er líka orðin góð þáttur hjá okkur, bara hvetjum alla til að kynna sér Þottgeðsjóðin. Því að hann er glæsilegur og góð innspýting í markaðin. Já, menn vilja komast inn á markaðin hafa kannski ekki alveg það í fyrir sem að þarf til, þá er þetta mögulega eitthvað sem að gæti brúa það bil. Mjög flott kynningamindband á heimasíðunni þeirra sem er 1 mínúta og ég myndi treysta 2 ára sinni minnum til að skilja. Já, sem er ekki byrjar að tala. Nei. Hermann Guðmundsson og Kemi, hann auðvitað er reglulegur gestur í riddarspurningunum og oft erum við að skálda spurningar í hans nafni, ég skal bara en ekki þetta skipti. Kemi var að vikunar, kannski veljum hana bara í kvelli.
Eitthvað sem Þorvaldur getur notað. eitthvað út í, já, Þorvaldur er náttúrulega ekki lengur út í kuldanum sko, en Nei, fyrir fyrir þá sem starfsmennina. eru þar þá eru þeir auðvitað með anskoran skó með stáltáð hvað og hvað, ef ekki að segja sé bara LED vinnuljós, Flexit 4.0 það er myrkur úti. í svartnættinu, en sko Hermann Guðmundsson segir hér ég hef áhuga bíladellunars. Það er eiginlega spurningin. Já, það er spurningin, þannig að hver er þinn uppáhaldsbíll þess að dana? Heyrðu, það er nýji bíllinn, menn sko Bentley. Já, Já. hann rataði fréttinnar. Hann rataði fréttina þannig að það er óhætt að þess vegna get ég talað um hann. Koma þér óvart. Bíllinn eða fréttin? Bíllinn. Hvoru tveggja kom mér óvart, Já. bæði bíllinn og fréttin. En bíllinn kom mér skemmtilega óvart. Það var ennþá betri heldur en að ég þorði að vona. Ég er sko rosalega mikill bíladellu kall og búin að eiga mjög marga flotta og góða bíla. Og þetta er tvímælalaust besti bíllinn að þeim öllum. Hvað getur maður keyrt svona Bentley marga mánuð í Íslandi? Það er bara hægt að gera hvað sem er sko. Það meiri sé að vera þannig að bíllinn var á afskaplega góðu manni á Bónstöð daginn og í Hafnarfirðinum. Já. Og hann ringdi í mig, hann Sólon, og spurði hvort að ég vildi ekki fá vetrardekk undir bílinn og ég held að það væri nú ekki til undir svona bíl. En hann er komin á vetrardekk og hann er fjórhjóladrifinn. Þannig að ég get þversögna kert hann í allan veturinn. Ég ætla nú ekki að gera það. Ætlar hann með hann á hálendið? Nei, ég fer ekki bara. Já. Kemur óvart að Bentley séu skemmtileg bílar? Já, það er ótrúlega þeirra. Kynnið ykkur þá? Já, uppáhaldsbíll í sögunni. Þinni sögu? Já, þinni sögu. Í minni sögu? Sko, ég átti einu sinni ég festi kaup á alveg mögnuðan bíl 2004 sem ég fekk síðan afhentan 2005 og það var Porsche Carrera GT sem var framleiddur í 1200 eintökum. Já. Og því miður að þá tók ég þá afdrifaríku ákvörðun að selja hann síðan 2012 minni mig. Já. En þá reyðast nú reyndar upp fyrir mig, sko, það var líklega vesti bíll sem ég hef nokkuð tíma gert, það var að selja þann bíl. Já, safngripur í dag. Já, hann kostar 10 sinnum meira í dag heldur en það sem ég fekk fyrir hann. Já, það. Áru komið vestur fjárfestingu. Já, þetta er skemmtilegt. Þarna kom hún. Já. Mjög gott. Pálmi Þórsson spyr múra eða þríspasla útveggi? Já, þetta er líka bara alveg ágætis spurning. Ég er nú svona gamall í hettunni þannig að ég er nú mjög fylgjandi í múrverki en nútíminn er þríspasl. Sammála því. Já, nýja skólan skilur þetta ekki einu sinni. Ég ætlaði að fara að spyrja þessu. Já, Gunnar spyr, finnur þú mikil mun á að díla við skipulags yfirvöld mismunandi sveitafélag? Kannski kom inn á þetta á hann. Þau eru aðeins mismunandi. Og Gunnar spyr einnig, hvað hafið þið selt margar eignir með þottgeðsjóði? Kannski líka aðeins inn á það. Já, sko fyrir spurningin er, ég get ekki gert neitt annað en að svara henni játandi. Vegna þess að ég nefndi það nú hérna áðan að við ættum mjög afskaplega góðu samstarfi við Garðabæ og það er bara verið að taka það fram. Við höfum líka átt mjög góðu samstarfi við skipulagsyfirvöld í ýmsum öðrum sveitafélögum, ekki síst sko fyrir utan borgarmörkin. Já. Og það virðist einhvern veginn oftast vera þannig að sveitarfélögin sem að til er að ekki höfuðborgarsvæðinu eru betri þegar kemur að því að veita þjónustu á skipulagssviðinu. Lúkas Leó spyr, hvað kostaði að kaupa nafni á Mónakó höllinni í Garðabænum? Já. Það voru góð kaupa mest kosti og peningum vel varið. Ég er ekki með fjárhæðin alveg á hreinu. Nei. En ég held hún hafi verið sanngjörn. Já, 100%. Maður er upp á náðina komin með þessa rittara. Hvað á hann við þetta? Mónakó höllin? Í
Ég reikna með að sé átt við hérna körfuboltahöll Garðbæinga. Já. Mónakó höllin. Lýður spyr, stefnt á frekari jarðvarmavirkjanir? Já, það reyndar mjög skemmtilegt verkefni eða skemmtileg verkefni sem að ég í og við erum í sem sagt, byggingu og rekstri jarðvarmavirkjunar upp á Hellsheiði. Ég held ég geti bara svara því játandi og ég held reyndar bara rétt til að koma því að þá sko rétt að vekja athygli á því hvað það ofsalega mikilvægt að stuðla að uppbyggingu orkuinnviða á Íslandi og reyna að brjótast út úr þessum viðjum sem við höfum verið föst í núna árabil. Já, heldur betur. Hvernig gengur Ölfusárbrúin, Landspítalinn og hvernig Bentleyin? Þetta einn nafnlaus þetta. Bentleyin góður. Búin að fara yfir Bentleyin. Já. Og Ölfusárbrúin geggjuð. Já, og þessi verkefni ganga mjög vel, en það valinn maður í hverju rúmi og konur. Rétt eins og ég hef komið inn á í upphafi að ég hef notið þeirrar gæfu að vera með alveg ofboðslega mikið af góðu fólki í kringum mig og öflugum stjórnendum og hæfum. Og það heldur betur við í þessum verkefnum sem að þarna spurt og stuttasvarið bara það að þau ganga samkvæmt áætlun og bara þar að leiðandi prýðilega. Já, allt á 10. Bjarni riddari gengur ekki eftir nafni en hann spyr út í Orkuveituhúsið. Hvernig var baksagan þar? Var þetta hvernig æxlaðist þetta deilumál? Já, það var deilumál meintar skemmdir í legaskemmdir á byggingunni og það nú ansi löng saga en við fengum á okkur svona ákveðnar kröfur minni mig, ég held ég fari rétt með það byrja 16 árum eftir að við skiluðum þessari byggingu sem umræðir stutta útgáfan nú einfallega svo að það voru byggingatæknilega atriði sem að þar höfðu kannski ekki verið gerð með fullnægjandi hætti eða gerð rétt en allt voru það atriði sem að við bentum á sínu tíma og meðan að við vorum verktaki í framkvæmdinni áttum það sjálfsögðu skjalfest frá þeim tíma sem að unnið var við framkvæmdina þar sem við vorum með ýmiss konar ábendingar til verkkaupans sem að hafði ekki verið brugðist við þegar að ljós kom að þetta hafði allt saman verið skráð skilmerkilega í rauntíma að þá leystist nú fljótt og farsælslega skúr því gagnvart okkur. Svanur Þór spyr launamenn eða verktakar? Já, það í okkar rekstri þetta sambland af hvoru tveggja, það reyndar ekst alltaf hlutfallið af verktökum hjá okkur ár frá ári en ég svaraði þannig að sambland af hvoru tveggja bestu kosturinn. Helgi Ólafs á síðustu og byrst fórlátt segir þessi fyrir brjóstið af einhverjum. Rúni svo vel hanginn? Nú var ég að viðurkenna það að ég get ekki svarað því frá fyrstu hendi. Ég veit það ekki nákvæmlega en samkvæmt því sem að Rúni svo segir sjálfur þá hann alveg einstaklega vel hanginn. Við setjum svo mikla traust á þessa riddara. Já, ég veit að þetta er ekki hægt. Ég líka veit ekkert hvaða maður þetta er. Það er komið að kaldast í riðinu. Þetta er komið út í vitleysu. Já, þetta er að leysast upp í rugl hérna. En frumir færa okkur kaldast riði. Já. Allir að drífa sig í skoðun þangað. Það vorst að kaupa bíl, þá myndi ég nú fara með henni gegnum ástandsskoðun hjá frumir fyrst. Tala það sem Þorvaldur er búin að tala með þættinum, að kaupa þér íbúð. Hvernig væri að láta Þóttgeir hringi í Þorvald, hann skoður hana fyrir ykkur? Já. Nákvæmlega. Og ef þú ert að fara að selja bíl, þá er það fyrst til frumherja. Já. Það kom með að
kalda stríðinu og fyrsta spurning, hún frá fyrir mér þetta eru hraðaspurningar núna. Hvenær þarftu að fara með Bentley næst í skoðun? Eftir 2 ár. Þétting byggðar, já eða nei? Já. Íbúðaskortur ofmetin, já eða nei? Nei. Lægri fjármagnskostnaður fyrir verktaka eða einfaldari byggingareglugerð? Bæði. Uppáhalds maturinn? Fiskur. Já. Sérréttur í eldhúsinu? Nautastek. Já. Verðtryggt eða óverðtryggt? Sambland. Helsta áhugamál? Bílar. Eiga eða leigja? Eiga. Reykjavíkurborg eða Kópavogur? Hvor yfirvöldin eru þægilegri? Það er pass. Já, þessu, sko. það má. Útboðsverkefni fyrir ríki og sveitafélög eða eigin verkefni? Bæði. Er rými til að lækka verða á íbúðum? Já, örugglega. Heldur að þú munir starfa hjá Þotge þangað til að dagið þín eru taldir? Ég býst við því. Já. Einn þungjarni lokin. Endum á einni léttri. Eitt ráð til ungs fólk sem vill ná langt í lífinu. Eins og þú. Eitt ráð? Já. Þetta mála vera lengur í kantinum. Já, það er ekkert annað. Þetta er ekki já eða nei, svar. Já. Það er bara það er bara svona þessi hefðbundnu ráð að vera hagsýnn og sína ráðdeild og leggja sig fram. Þá farnast fólki alltaf vel. Já. Það blundaði nú í þér bara frá blöndu barnsbeini, heyrist mér í upphæðu þáttar að fara í ein rekstur. Ertu með eitthvað ráð fyrir ungt fólk sem að langar í ein rekstur? Það er eiginlega bara sama og ég sagði áðan. Það er ekki endilega sko auðvelt að koma sér í eigin rekstur og getur verið þarnast mikið, oftast nær mikillar eftirfylgni, mögulega einhverja fórna og síðan er það nú oft þannig með þá sem eru í eigin rekstri að það verður svona lífstíll. Það fylgir þér allan sólarhringinn og alla daga ársins. Þetta er auðvitað það er auðvitað það er að tileinka sér þá hluti, þannig að í mínum huga þá þarf eiginlega reksturinn og ég hef nú verið svo lánsamur með það að það sem ég er að gera í vinnunni er sömuleiðis áhugamál. Og ég held að það sé mikilvægast að öllu að ef maður er í eigin rekstri að hafa gaman að því sem maður er að gera. Það er stóra atriðið. Mjög góð lokaorð. Þorvaldur Gissurarson, takk hérlega fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Já, takk hérlega fyrir mig. Bara búið að vera mjög gaman. Mjög gaman. Takk fyrir hlustunum.